Góðan dag og velkomin í oddvitakappræður Morgunblaðsins og mbl.is og það komið að Kópavogi. Kópavogur næststærsta bæjarfélag landsins. Það um 40.000 íbúar, þannig að það bara svona frá því að geta talist borg. Þannig að vandamálin hafa alltaf vaxið með því og verkefnin eru fjölmörg. Þannig að við höfum nóg að ræða. Við erum með 5 frambjóðendur hér. Það eru reynda fleiri framboð í boði í Kópavogi. En við urðum vegna tíma og salarkynna hérna að skera aðeins niður þannig að sósíalistar og vinstrið og óaðir eru ekki með, eða vinstri græn og óaðir eru hér ekki með og það var byggt á skoðanakönnun sem sýndi að þau voru bæði nokkuð frá því að ná inn manni. En okkur ekkert vanbúnaði það? Nei, held ég ekki. Kópavogur spennandi sveitafélagi eins og þú segir og hefur enda lent í eldlínu stjórnmálana, vandast inn í landsmálin. Og ég glemdi alveg að kynna þig, Stefán Einar Stefánsson og Andrés Magnússon hér. Heldur betur. Já. Þú heitir það? Ha. En við erum hér með fólk sem við ætlum að beina sjónum að í dag. Og við ætlum að byrja að kynna hér frá hægri. Fyrir hönd Framsóknarflokksins það Orri Vignir Hlöðversson og fyrir hönd Viðreisnar María Ellen Steingrímsdóttir. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri, hún oddviti Sjálfstæðisflokksins sem fyrr og hér á vinstri hönd það Jónas Már Torfason frá Samfylkingu og fyrir hönd Miðflokksins það oddviti þeirra Einar Jóhannes Guðnason. Við bjóðum ykkur öll hjartanlega velkomin hingað. Takk fyrir það. Við ætlum núna að fá ykkur til þess að segja aðeins undan og ofan af ykkur sjálfum fyrir kjósendur og við byrjum á þér, Orri. Já, takk fyrir. Ég heiti Orri Hlöðversson og fæddur á 1964, þannig að ég á nokkuð miðaldra plús. Ég hef átt heima mest alla tíð í Kópavogi, uppalinn í Kópavogi og bjó í götu sem heitir Hjallabrekka, en hef búið á nokkrum stöðum í Kópavoginum og núna búsettur í Lindahverfinu. Ég menntaður í alþjóðastjórnmálum og hagfræði frá Kaliforníuháskóla í Bandaríkjunum og hef fengist við ýmislegt í gegnum tíðina, en síðustu árin og áratugina hef ég verið framkvæmdastjóri Frumherja HF og núna starfandi stjórnarformaður þar og annar hluthafa, auk þess sem ég sinni starfi formanns bæjarráðs í Kópavogi og hef gert það síðastliðin 4 ár. María. Já, ég heiti María Ellen Steingrímsdóttir og ég oddviti Viðreisnar í Kópavogi. Ég 30 og bý á Kársnesinu ásamt manninu mínum og 2,5 árs syn okkar. Ég lögfræðingur að mennt og starfa í stjórnsýslunni. Ég ákvað að bjóða mig fram sem oddvita í þessu framboði að því að mér þykir Kópavogsbær ekki vera að sinna ungu fólki nógu vel, ungu fjölskyldufólki. Við erum ekki að byggja upp fyrir ungt fólk, það að segja húsnæði á viðráðanlegu verði. Við erum með hæstu leikskólagjöld á landinu og börnin okkar á biðlistum og börnin okkar á biðlistum og eftir nauðsynlegri þjónustu í velferðarkerfinu og inn í grunnskólanum. Við Viðreisn teljum að þessi komið tími á nýja sýn hérna í Kópavogi og ætlum að setja fjölskyldur og þarfir þeirra í forgang. Takk. Ásdís. Já, ég heiti Ásdís Kristjánsdóttir og fædd 1978. Ég bæjarstjóri í Kópavogs og oddviti Sjálfstæðismanna í Kópavogi. Ég gift og 3 barna móðir á tvíbura sem eru 17 ára og svo einn úrling sem 15 ára. Við höfum búið alla ævi okkar barna í Kópavogi, annars vegar út á Kársnesi og hins vegar í efri byggðum Kópavogs. Ég með hagfræði og verkfræði menntun, steig mín fyrstu skref inn í pólitíkina fyrir 4 árum síðan, þá sem oddviti Sjálfstæðismanni í Kópavogi og bæjarstjóri efni. En áður en ég fór inn í pólitíkina þá ég með 16 ára reynslu úr íslensku atvinnulífi, hef annars vegar starfað í bankageiranum sem og hjá samtökum atvinnulífsins. Og ég bara bjóða fram aftur mína krafta, við viljum auðvitað þjónusta Kópavogsbúum og erum hingað komin til að ræða málefni Kópavogsbæjar og ég bara spennt að taka þátt í umræðanum hér á eftir. Takk. Jónas Már. Já, ég heiti Jónas Már Torfason og oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi og bæjarstjóri efni. Ég ólst upp í Lindahverfinu frá 6 ára aldri, æfði körfubolta með Breiðablik og handbolta með HK og gekk í Lindaskóla. Eftir stuttstopp í Reykjavík flutti ég til Danmörkur og núna aftur komin heim í bæinn eftir þá dvöl og bý á Álfhólsveginum. Ég faðir 3 stúlkna, tvíbura, 5 ára gamalla og svo eins árs sem að byrja á leikskóla. Við erum að leggja fram hérna okkar framboð til þess að bjóða upp á nýja forgangsröðun í Kópavogi. þar sem við
hlúum að eldri borgurum, þar sem við léttum undir fjölskyldum og þar sem við pössum upp á það sem við kunnum að meta við Kópavog. Einar. Ég heiti Einar Jóhannes Guðnason og er 32 ára. Búin að vera giftur konu minni Guðfinnu núna í að vera 12 ár, þannig að ég geti reiknað það út. Giftum okkur ung, eigum vona okkur öðru barni núna, búum upp í Baugakór og bara þykir afskaplega gott að vera í Kópavogi eins og fjölskylda mín hefur búið í Kópavogi áður. Ég bauð mig fram í stjórnmálarauninni eftir að eignast mitt fyrsta barn fyrir 3 árum. Þá ákvað ég að leggja mitt að mörkum vegna þess að mér leist ekki alveg að blikuna fyrir framtíð barnanna minna og þess vegna býð ég krafta mína fram hér í Kópavogi. Við viljum byggja blómlegt samfélag, koma skynsemi aftur í skipulagsmálin og passa að foreldrar geti valið hvort þau vilja vera lengur heima eða ekki, að það sé ná leikskólapláss, róttækar aðgerðir í menntamálum. Ég hef reynslu sem rekstrar- og sölustjóri núna, ég hef verið áratug í hugbúnaðarfyrirtækjum, byggja upp fyrirtæki frá því að vera 20 manna fyrirtæki upp í 150, var síðan selt til Bandaríkjanna fyrir $250 milljónir, þannig að maður hefur tekið til í rekstri áður og svona tekið erfiðar ákvarðanir og stórar ákvarðanir og þess vegna býð ég krafta mína fram fyrir miðflokkinn í Kópavogi og er oddviti þess. Já, Andrés, við erum margsvísar þessa ágætu frambjóðendur. Já, þetta var vel gert. Ég held að við tökum fyrri spurningakeppnina bara strax. Já, hraða spurningarnar. Já. Og við ætlum að byrja bara aftur hér á kantinu hjá þér, Einar Jóhannes. Þetta eru 3 spurningar sem við biðjum svör við með einföldu já eða nei og þær eru á þessa lund. Á að lækka fasteignagjöld á íbúa Kópavogs? Já. Viljiði óbreyta borgarlínu og samgöngusáttmála? Nei. Á að breyta leikskólamódelinu í Kópavogi? Já, þetta er svona passspurning. Ég ætla að segja já. Þá spyrjum við þig, Jónas, sömuleiðis. Á að lækka fasteignagjöld á íbúa Kópavogs? Það er ekki forgangsatriði, nei. Óbreytt borgarlína og samgöngusáttmáli? Allavega í bili, byrjum að byggja. Viljið þið breyta leikskólamódelinu í Kópavogi? Við viljum breyta gjaldskráni, já. Ásdís, á að lækka fasteignagjöld í Kópavogi? Ó já, og halda því áfram. Óbreytt borgarlína og samgöngusáttmáli út frá eitthvað svona með? Við styðjum samgöngusáttmálinn, það má alveg endurskoða hverju sinni og við eigum alltaf að gera það. En á að breyta leikskólamódelinu í Kópavogi? Nei, við stöndum vörðum Kópavogsmódelið. Þá förum við áfram og þá er næsta spurning á oddvita Viðreisnar. Á að lækka fasteignagjöld í bænum með ykkar mati? Já. En borgarlína og samgöngusáttmáli, eiga þau að standa óbreytt? Já. En viljið þið breyta leikskólamódelinu í Kópavogi? Já, og svo get ég sagt miklu meira. Það kemur að því á eftir. Þá förum við á oddvita Framsóknarflokksins. Á að lækka fasteignagjöld í Kópavogi? Já. En er það óbreytt borgarlína og samgöngusáttmála ykkar mati? Já, en með ekstra rýni á Borgarholtsbraut. Viljið þið breyta leikskólamódelinu í Kópavogi? Nei. Þá liggur það fyrir. Ég get nú ekki sagt að þetta hafa komið mjög óvart. Nei, það voru engin stórtíðindi sem að hér átti þessi stað. Kannski fyrsta sinn sem að frambjóðandi passar næstum því á spurningu. Já, en við erum búin að fá fyrirheit það að hér verði eitthvað meira fjör leikskólamálin, en þið áratu góðu verið að bíða augnablik eftir því vegna þess að við ætlum að taka okkur örstutt auglýsingarhlé. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir þig. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Verið velkomin aftur í oddvita kappræður í Kópavogi. Við Stefán Einar Stefánsson ætlum að spyrja þetta fólk spjörunum úr og það verður ekki annað sagt en að þessi kosningabarátta í Kópavogi, hún hafi verið sæmilega heit. Það er deilt ýmis grundvallar mál og minnihlutinn deilir á meirihlutann eins og vant er. En Jónas, þú hefur tekið nokkuð fastur orða og það hefur líka verið tekið eftir því að formaðurinn Kristrún Frostadóttir, hún hefur blandað sér inn í þennan slag. En hvað er það þegar þú horfir á rekstur og þjónustu bæjarins sem að þú vilt helst breyta? Sko ég held að skorti á ákveðinni framtíðarsýn. Reksturinn er á stórum hluta fjármagnaðar af innskiptistekjum af lóðum
og landið í Kópavogi að klárast, þannig að það gefur auðvitað að þurfa að forgangsraða með öðrum hætti og nýta svigrúmið með öðrum hætti en hefur verið gert. Ég horfi líka til þess að bara með ákvörðunum sem hafa verið teknar á kjörtímabilinu í húsnæðismálum til dæmis og í breytingum á gjaldskrá sem leggjast á barnafólk, að þá sjáum við að barnafólk að fækka í Kópavogi í fyrsta sinn bara nokkuð tíman. Og meðalhaldurinn í Kópavogi næst hæst íslenskra sveitarfélaga, þannig að gefur auðvitað að við ætlum að standa áfram undir grunnþjónustu. Þá þurfum við fólk á vinnandi aldri og fólk sýnir þessu skilning. Að sama skapið þarf að fara að taka ákvarðanir núna til þess að hlúa að eldri borgurum. Við erum þá að tala áherslur á félagslega og líkamlega virkni, heimaþjónustu og aðgerðir til þess að rjúfa félagslega einangrun, bara þannig að fólk haldist virku og það drægist lengra þegar þessi mikla þjónustuþörf kemur. Og þetta í mínum huga augljós svona framtíðar forgangsröðun sem við teljum að sé ekki verið að sinna núna og í raunin verið að fara í þeirra átt. En ef það eru einskiptisliðir sem að þið hafið áhyggjur á að sé að detta út og það séu þessi stóru þungu þjónustuverkefni sem eru framundan, hverju ætlið að hætta? Hverju ætlið að hætta að sinna til þess að geta sinnt þessu ef að forgangsröðun eru? Sko það náttúrulega alltaf eitthvað svigrúm sem myndast á hverju ári bara með hagvexti í landinu og með hækkun á fasteignamati. Ég myndi nú ekki stóla á hagvextinu akkúrat augnablikinu. En svo eru þetta hægt að grípa til aðgerða eins og bara hagræðingar í miðlægri stjórnsýslu og í opinberum innkaupum. Ég meina á kjörtímabilinu hafa fallið til einhverjir 6 milljarðar út af klúðri í barnaskóla Kársnes. Það er nú verið hægt að veita alls konar þjónustu fyrir það eða greiða niður skuldir til að auka svigrúmið sem áfram. Að samaskapi sko að Þú fjármagnar þetta ekki með klúður í fortíðar? Nei, en með því að breyta verklagi og vanda betur til verka í opinberum innkaupum. Ég meina, sko barnaskóli Kársnes, þetta er skóli sem byggður með einhverjum svansvottuðum einingum á Íslandi, það sem sko regnastuði allt árið í kring. Það gefur auðvitað þú þarft ákveðna sérstaka þekkingu til þess að sinna þessu verkefni og það var ekki gætt að því þessum útboðsskilmálum þá alveg eftir að fara í kjölinn á þessu máli en það er ekki hægt að hrósa sér fyrir þessa framkvæmdir þegar eru farna núna næstu í 6 milljarða umfram upphaflegt tilboð. En hverju ætlið að hætta? Þú nefnir þetta sem að þið hafið ekki áhrif á sjálf, það er að segja hagvöxtur, hækkun fasteignagjalda, menn vilja lækka fasteignagjöld eða margir setja svona stíinu. Hvaða hlutir eru það sem að þið munuð hætta að gera? Ég meina, að sjálfsög geta komið mál upp á sem breyta því en það er nú samt staðreynd að hagvöxtur hefur aukist ár frá ári í langan tíma, fasteignaverð hefur aukist ár frá ári og þetta er auðvitað gefið undir þeirri forsendu að það verði hægt að standa undir þessum rekstri. Við erum ekki að tala um að skuldsetja og við erum ekki að tala um að hækka forgangsröðun. Við erum ekki að tala um hvort að við hagvöxtur eða ekki. Ef það er breytt forgangsröðun, hverju ætlar að hætta að sinna, fyrst þú ætlar að fara að sinna hinn? Sko, þessi meirihluti hefur lagt mikla áherslu á skattahækkanir og það er auðvitað skiljanlegt, það er svona pólitískt hrós Sjálfstæðisflokksins á sjálfu sig að gera það og markmið þeirra. Við höfum talað um það er ekki forgangsatriði hjá okkur að halda áfram að lækka fasteignagjöld. Það er í mínum huga gjaldtaka sem leggst á fólki eftir því hvað á stórar og dýrar eignir og það er að mínum að þetta er röng forgangsröðun að lækka álögur á fólk sem býr í dýrum einbýlishúsum umfram það að til dæmis efla þjónustu og létta undir kostnaði venjulegra barnafjölskyldna, að byggja húsnæði fyrir venjulegt vinnandi fólk. Þannig eins og ég segi, það er ekki forgangsatriði hjá okkur og við myndum vilja nýta þá fjármuni með öðrum hætti. Orri, er þessi gagnrýni að býta á ykkur í meirihlutanum? Ég myndi nú ekki segja það sérstaklega. Ég bara byrja á því að andmæla þeirri fullyrðingu að svokölluðu einskiptistekjur sem eru sölur lóða sem reyndar koma til og falla til vegna fjárfestingar sem ráðast í sem síðan eru seldar og það eru ekki notaði til reksturs bæjarins. Það morgunljóst og komið fram margoft í umræðunni að það eru nýtta til að minnka landsfjárþörf bæjarins. Það eru færðar út úr rekstrarreikningi yfir í sjóðstreymi, þaðan niður í fjárfestingarhreyfingar og þaðan út úr sjóðstreyminu sem minni fjárfestingarþörf og það sýnir sér best í því að á síðasta ári þá vorum við að framkvæma fyrir einhverja 9 milljarða í Kópavogi á þess að taka krónu í ný lán. Þannig að einhverstað koma þessi peninga frá, þeir koma frá sölu bingaréttar en þeir koma líka frá rekstrum sjálfum. Vegna þess að handbært frá rekstri bæjarins í fyrra voru hátt í 5 milljarða. Þannig að við nýtum þessa peninga sjálfsögðu ekki bara í rekstur. Reksturinn þarf að vera sjálfbær. Það er bara eðlileg nálgun.
Þannig að þetta svona fyrsta fullyrðingin sem að ég myndi vilja andmæla það sem kemur fram hjá frambjóðandi Samfylkingarinnar. María-Elín, hvar standið þið gagnvart rekstri þjónustu? Sko, mér þykir ekki alveg nóg að benda bara á grænar tölur og tala blómlegan rekstur þegar við erum ekki að sinna grunnþjónustunni nógu vel. Við vitum alveg, við erum búin að fara yfir lóðasöluna og einskiptist tekjur. Ég held að við verðum að fara að horfa á hlutuna svolítið eins og þeir eru. Ég er ekki hrifin af auglýsingaherferð Sjálfstæðisflokksins að hér hafi fasteignaskattar verið lækkaðir. Það finnur enginn fyrir því. Ég sjálf borga 20% hærri fasteignagjöld heldur en ég gerði við upphaf kjörtímabilsins. Fasteignamatið er orðið það hátt í Kópavogi. Vilja ganga lengra í þeim efnum? Ég meina, ég hef allavega ekki slengt fram þessum fullyrðingum. Skulum segja það. Þetta eru svona fullyrðingar sem ég hef ekki alveg smekk fyrir, sko. En hefðirðu lækkað prósentu hlutfallið eins og meirihlutin hefur sannlega gert? Já. Ég get alveg tekið undir þær ákvarðanir en ég hef ekki smekk fyrir hvernig þetta er sett fram. Því að það er sérstaklega fólk sem á minni fasteignir, það finnur töluvert minna fyrir þessum lækkunum heldur en þeir sem eiga dýrar og stórar eignir. Þannig að já. Það er ekki bara nóg að tala græna tölur. Nei, við þurfum líka að fara í en hvað hafið til málan að leggja reksturinn svona óháð þeirri ásýnd sem að meirihlutin vil draga upp? Já, ég myndi líkt að hefur komið fram áður vilja taka svolítið til í opinberum innkaupum. Við erum að sjá sorgarsögu með Barnaskóla Kársnes. Við hefðum geta byggt 2 grunnskóla sennilega fyrir þessa upphæð sem hefur farið bara til spillis. Þá myndi ég líka vilja sjá bara hvað eru vaxtakostnaðurinn okkar komin upp í 2 milljarða, lánalínan 5 milljarðar. Ef við lækkum þennan kostnað þá myndast rými og ýmis endurskipulagning inn í stjórnsýslunni. Við getum, það er að gervigreindin gefur okkur alls konar tækifæri, rafræna þjónustu, gera þjónustu rafrænni og aðgengilegri. Þetta sparar allt, getur allt sparað peninga. Ég sé að Ásdís yður skinnasvarinn. Ég ætla hins vegar að fá að varpa spurningu hér til nafna míns. Þið eruð, þú nefndir í inngangi að þú sett var nú að taka til í rekstri og nefndir svona dálítið stórkarlalegar tölur í sambandi við þessi mál. Hvað sjáu þið að sé hægt að gera í Kópavogi? Eru margar matarholur í rekstrinum þar? Þetta er bara mjög góð spurning og ég held að eitt af því sem við erum kannski helst að lenda á að það er kannski skortur og gagnsæi í rekstrinum. Það er opið bókhald sem við höfum reynt að rýna í af því að við erum ekki með bæjarfulltrúa, það er ekki sama upplýsingaskylda. Og við erum alltaf að lenda á veggjum vegna þess að það er engin fyrirliggjandi gögn hitt og þetta. Við höfum reynt að fá kostnað til dæmis við málefni hælisleitenda og það er rosalega loðið og ekki til nein fyrirliggjandi gögn. Við höfum reynt að fá upplýsingar leikskólamálin, það er engin fyrirliggjandi gögn. Þannig fyrst og fremst viljum við fara svolítið í það að fá gagnsæi í reksturinn. Og eins og talandi mína reynslu, þá var það akkurat það sem við erum að gera sem rekstrarstjóri, að setja upp skýrslur vegna þess að við skuldum skattgreiðendum það að vita hvert fer skatturinn. Ég verð samt að segja að mér finnst alveg smá fyndið að Samfylkingin ætla að fara að tala léleg leikskólaverkefni, tala samt ekkert Brákarborg, þannig ég veit ekki alveg, þetta er svona fyndið að vera að tala nú Barnaskóla Kársnes en svo frábæðir sér Brákarborgarverkefnið og sami einskiptistekjurnar sem ætla að koma frá Ingibjörgu Sólrúnu. Ég er samt alveg sammála því og mér finnst það ekki gott að byggja reksturinn á lóðasölu. Það var nú einhver að benda á það að ef ekki hefði verið neinar lóðasölur á þessu kjörtímabili þá held ég að það hefði verið mínus 400 milljónir yfir allt kjörtímabilið. Þannig að auðvitað... Nei, á þessu ári, mínus 400 milljónir á þessu ári og 3 milljarðar yfir allt kjörtímabilið. Akkurat. Þannig að mér finnst þetta að vera svona þessar lóðasölur og það er líka bara eitthvað svona kynslóðaskattur vegna þess að þetta fer bara út í verðið á húsnæðinu og það er kannski önnur umræða varðandi skipulagsmálin en okkur finnst þetta bara þessi hugsunarháttur lóðagjöldin og uppboðin. Það er bara rugl. Myndir þú vilja að bærin gæfi lóðirnar til verktakanna? Við viljum miðflokkuna höfuðborgarsvæðinu, við gerum okkur grein fyrir því bara Kópavogur myndi gera þetta myndi ekki breyta neinu. En það þarf að koma samhent átak á höfuðborgarsvæðinu að gera lóðir að hilluvörum. Við þurfum að afnema vaxtamörkin, byrja að bjóða út lóðirnar eins og var gert áður fyrr, þar sem að verktakarnir voru að borga gatnagerðargjöldin og bara þessi lögbundnu gjöld. Það er auðvitað alveg að skoða hvort það sé einhvers konar markaðsvirði en í dag er þetta að borga bara 2-3-falt markaðsvirði vegna þess að það er lóðaskortur.
Þannig að þetta er ekki vænlegt, þetta er að sliga verktaka. Við erum búin að vera mjög mikið af verktakafyrirtækjum og byggingaraðilum sem eru bara í mikilli krísu út af þessu. Þannig að við myndum vilja taka til þarna, en varandi reksturinn. Einar, þú nefndir vaxtarmörkin. Já. Með þá stöðu sem að Kópavogur í sem landið er nánast uppselt. Já. Þyrftu að gera nokkuð meira en að afnema vaxtarmörkin? Að þá hvað? Myndi ekki bara restin fylgja eftir? Jú, fyrsta skrefið er bara afnema þessi vaxtamörk. Þau náttúrulega eru öll þarna bara til þess að þvinga okkur öll í borgarlínuna og þétta byggð, sko. Það er náttúrulega bara tilgangurinn með þessum vaxtamörkum. En bara til þess að klára þetta með reksturinn, það er auðvitað fullt af glufum, kerfið býr alltaf til meira kerfi og ég þekki þetta bara sjálfur komandi úr rekstri. Þú gerir eitthvað fyrir 10 árum, svo pælur ekkert meira í því, það bara vex. En maður þarf að þóra að taka erfiðar ákvarðanir, það þarf að skoða hversu margir að vinna hjá bænum og talandi þjónustuna, ég er ekki mjög hrifinn af því að koma öllu í spjallmenni, ég held að allir hati spjallmenni, þannig það er ekki fyrsti staðurinn þar sem ættum að vera sjálfvirkni með það. Varstu ekki vinnið á tæknifyrirtæki? Jú, en við vorum ekki með þessi spjallmenni, því að bara, fólk segir alltaf bara tala við mannesku, þannig að, já, það er svona afstæðan í þessu. Ásdís, það er komið að þér. Hefur þú eitthvað til málan að leggja þessa hluti? Kannski smá. Nei, ég vil aðeins fá að bregðast við málflutningi, sérstaklega hjá Maríu og Jónasi og byrjum kannski aðeins á fasteignagjöldum af því ég hef heyrt þessa orðræðu hjá Viðreisn að fasteignagjöldum mínu eru búin að hækka 20% á kjörtímabilinu. Býtu, hvað hefur fasteignamati hækkað mikið á kjörtímabilinu? 60% í Kópavogi. Og ef við hefðum ekki verið að lækka fasteignaskatt og önnur fasteignagjöld, þá væri fasteignagjöldi þín 60% hærri. Staðreyndin er svo, og þetta er það, ég leyfi þér að tala og þá er kurteisi að leyfa okkur að klára. En staðreyndin er nefnilega svo að fasteignagjöld á höfuðborgarsvæðinu og meðal stærstu sveitarfélög á landinu hafa lækkað að raunvirði mest í Kópavogi. Fæst sveitarfélög hafa verið að lækka fasteignaskatt og önnur fasteignagjöld. Flest sveitarfélög hafa verið að stunda nákvæmlega þá skattastefnu sem Samfylkingin er að boða, að hækka skatta á íbúa á hverju einasta ári samhliða hækkun fasteignamats. Fasteignagjöld, það er skattahækkun. Ok, þá er þið búin að hækka skatta? Fasteignagjöld á höfuðborgarsvæðinu hafa lækkað að raunvirði í Kópavogi 5% eða 4 milljarða á kjörtímabilinu sem samsvarar 260.000 að meðaltala á hvert heimili. Og þetta er auðvitað staðurinn sem þið getur bara flett upp hjá Byggðastofnun. Varðandi reksturinn, þá langar mér aðeins að bregðast við þessu og ég tek heilsögur auðvitað undir það sem Orri fór vel yfir hér áðan. Þetta er svo mikill misskilningur með lestur ársreikninga. Reksturinn stendur undir sér. Jú, við höfum verið að útleita lóðum, en þær tekjur sem við fáum fyrir það er það sem við förum í fjárfestingar til að fjárfestingi innviðum, til að byggja upp samfélagi sem við erum að byggja upp í og samfara fjölgun í bænum okkar, þá þurfum við að byggja leikskóla, við þurfum að byggja grunnskóla, göngu og hjólastíga, gatnakerfið okkar og svo framvegis. Þessar tekjur fari í það sem og niðurgreiðslu skulda. Afkoma Kópavogsbæjar á síðustu 2 árum er svo besta í 18 ár. Afkoma Kópavogsbæjar er mjög góð og hefur ekki verið betri öll þessi ár. Við erum að skila jákvæðri afkomu, ef þú leiðréttir fyrir einskiptistekjum erum við að skila 5 milljörðum í afgang. Skuldir hafa lækkað að raunvirði, heildarskuldir á íbúa hafa lækkað á kjörtímabilinu, skuldarhlutfall hefur farið úr 86% í 68%. Er þetta mikið að lítið? Já, þetta er það mesta sem við erum að sjá á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki hægt að halda því fram að rekstur Kópavogsbæjar sé ósjálfbær. Að því sögðu, þá finnst mér frábært að það komi hér fram, bara í upphafi. Það er munur á Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni. Bæði er snýra skattastefnu. Hér er Jónas að boða skattahækkanir á íbúa vegna þess að samfara því sem fasteignamati hækkar og þú ætlar ekki að lækka fasteignaskatta, þá ertu að hækka skatta á íbúa. Ef þú kallar þetta skattahækkun, þá eru þið búin að hækka skatta. Við erum búin að lækka fasteignaskatt 25% á kjörtímabilinu. Þetta er nákvæmlega sama stefna og við sjáum í borginni. Það er búið að hækka skatt á borgarbúa og það sem að Samfylkingin er að boða hér er nákvæmlega sama stefna í skattamálum, í rekstri, í samgöngumálum og í húsnæðismálum. Ásdís. Og það er bara munur á Sjálfstæðisflokk og Samfylkingunni í þessum. Jónas nefndi tölur hér og reyndar kollegarnir báðir að ef ekki hefði verið einskiptistekjurnar þá hefði hallinn verið 400 milljónar á þessu ári en 3 milljarðar uppsafnað á kjörtímabilinu. Hafnarðu þessum tölum eða er þetta tölur sem hægt er að lesa út úr sömu ásetningum? Þetta eru auðvitað bara reiknaðar stærðir á móti þessu. Erum við að fjárfesta. Við erum að fjárfesta í leik og grunnskólum, við erum að fjárfesta í gatnakerfinu okkar og svo framvegis. Það sem maður á að vera að skoða er veltufé fyrir rekstri. Hvað er reksturinn að skila? Þá ertu búin að leiðrétta fyrir einskiptistekjum og þá er veltufé fyrir rekstri að skila 5 milljörðum og það sem að auðvitað endurspeglar hvort að reksturinn sé
góður og hvort við séum að standa undir þjónustu bæjarins þetta efnahagsreikningurinn. Eru skuldir að lækka eða hækka? Já, þær eru að lækka í Kópavogi. Við tókum engin lán í fyrra. Engin lán. Þrátt fyrir að við vorum að fjárfesta fyrir 8,3 milljarða í innviðum bæjarins. Þetta eru bara tölur sem standi í ársreikningnum. Er fita í kerfinu að því að nú boðar Einar Jóhannes að það setja að skera niður og þeir kvartar reyndar undan skort á gagnsæi varðandi reikninga bæjarins. Eru matarhólur þarna sem að fólk sem að vill lækka skatta horfir til? Já, við höfum í raun gert það bara á þessu kjörtímabili. Við höfum á hverju einasta ári hugað að því hvernig getum við forgangsraðað með öðrum hætti, hvar getum við hagrætt án þess að skera niður þjónustuna. Við erum búin að sameina stofnanir, við erum búin að fækka pólitísku nefndum og fundum, við fórum í skipulagsbreytingar, fækkuðum stöðugildum þar í stjórnsýslunni, það er alltaf hægt að gera betur og ég fagna því að hér sé fólk komið sem er reiðubúið að fara með okkur í þessa vegferð. Vegna þess að það hefur ekki alveg verið þannig í bæjarstjórn Kópavogs, þetta hefur svolítið verið keyrt áfram af meirihlutanum, vegna þess að Samfylkingin og Viðreisn sem hafa verið við völd með okkur í bæjarstjórn Kópavogs hafa fyrst og fremst verið að einblína á það að fullnýta skattstofna sveitarfélagsins og hækka skatta á íbúa. Ég held að það sé mjög mikilvægt á hverju einasta ári að við förum yfir reksturinn og skoðum hvað við getum gert betur og ég fagna því og sjálfsögðu tek heilshugar undir það, við höfum að auka gagnsæi í rekstri, við höfum verið að bæta okkur þar og við ætlum að gera enn betur og það er auðvitað bara verkefni okkar allra framundan. Jónas vill bregðast við þessu. Já, mér finnst bara svona kannski smá hjákátlegt að hún svari þér með þetta sé alltaf reiknaðar stærðir en síðan að hrósa sér fyrir svo frábæran niðurstöðu þessi 2 ár. Staðreyndin er svo að það er bara 1 ára kjörtímabilinu þar sem hefur verið skilað jákvæðri afkomu án innskiptisaðgerða og það voru nákvæmlega reiknaðar stærðir. Það var leiðrétting á lífeyrisskuldbindingum bæjarins sem meirihlutinn yfir engin áhrif á og það var hækkun á framlagi úr jöfnunarsjóði jöfnunarsjóði sveitarfélagana sem kom þar til viðbótar til að færa reksturinn umfram. Nú, hún talar veltufé frá rekstri og hún talar þessar fjárfestingar og þetta er alveg rétt, þetta stendur svona í ársreikningnum. En maður bendir samt á það að það er verið að fjárfesta umfram það sem kemur frá rekstrinum. Og hvaðan koma þær tekjur? Þær koma úr þessari lóðasölu og það er ekki verið að fara í innviði í þeim hverfum þar sem er verið að úthluta lóðum heldur annar staðar. Það er verið að fara í einhver skemmtiverkefni fyrir þennan pening á meðan ef við förum í efnahagsreikningin. Hver eru skemmtiverkefnin? Til dæmis þetta verkefni í Smáralindinni, það er verið að hlaupa í stúku upp í Háká sem, þú veist, ég styð en styð ekki þá leið sem er verið að fara að þetta er eitthvað kosningalofur Sjálfstæðisflokksins sem er bara svona vaðið í til hálfs. Ég hef viljað líta til langstíma og meta fjárfestingagetu bæjarins, fá íþróttafélagana borðinu til þess að við gerum þetta á einhvern skynsamlegan hátt. En ég verð að fá að klára að talandi efnahagsreikningin að á meðan þetta verið að gera, á meðan þetta er gert, að þá er sem sagt veltufjár hlutfall bæjarins, það er að segja skammtíma skuldir á móti skammtíma eignum, það er að segja áttu fyrir skuldunum til skammstíma, það er undir hálfum og þau sem þekkja til rekstra vita að þetta á helst að vera yfir 1 og þetta er auðvitað ástæðan af hverju það er endalaust verið að velta á undan sér einhverjum skammtíma hala og það kostar auðvitað að vera með yfirdrátt, við þekkjum það, þetta er nú bara úr heimilisbókhaldinu, þannig ég hef viljað kannski sjá ef það á að nýta þessar tekjur á lóðasölum til einhvers að greiða bara upp skammtímaskuldirnar til að reyna að rétta þetta. Við skulum gefa orði greip inn í varðandi stúkuna. Þetta er ekki besta sjónvarpsefni í heimi að vera að ræða diskutera stærðir í ársreikningi. Ég segi, þessi ársreikningar eru lagðir fram einu svona ár eins og allir vita, samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilavinum og stöðlum þarum. Hann er punktstaða 31.12. á hverju ári og hann gefur glögga og góða mynd af fjárhag sveitarfélagsins eða þess rekstraraðila sem ræðir. Þannig að, og þess vegna komi nú óvart í gærkvöldi að minnihluti í bæjarstjórn Kópavogs hafnaði því að staðfesta reikningin. Hann hafnaði því að staðfesta vinnu endurskoðandans við að gera reikningin og endurskoðunarskýrsluna þar vegna þess að hann var svo upptekinn af því hvernig við túlkuðum tölur út úr reikningin. Þetta er óábyrgt og eiginlega bara ég hálf skammaðist mín í gær við afgreiðslunar ársreikningunum hvað þetta var. En til að stytta umræðum tölur og stærðir út úr ársreikningi þá hvet ég fólk bara til að kynna sér málið. Skoða reikningin og ef þú ert ekki vel læsa á þessa tölu sem ekki þetta allast til þess af hverjum sem fáðu þá ráðgjöf og byrja einhvern að segja þið til í þessum málum. Þannig að
Ég segi bara, traustur rekstur til staðar í Kópavogi, auðvitað getur hann verið betri. Auðvitað eru matarhólar í 60 milljarða veltu. Sjálfur hefur ekki fyrirtæki í 20-25 ár. Og ég held alltaf að ég sé búin að mastera planið. Þá getur eitthvað nýtt kemur upp á. Þannig að við erum stöðugt og eigum stöðugt að vera á þeirri vakt. En reksturinn, sérstaklega í samanburði við önnur sveitarfélög, hann bara í ágætu lagi hjá Kópavogsbæ. Við getum alltaf gert betur. Ég hvet fólk bara til að hringja Jóa frænda sem góður í bókhaldi og biðja hann að koma og kíkja á þetta og fella svona dóm, give og take, er þetta ekki í lagi. Þannig, en auðvitað ég ekki að gera lítið úr því að heilbrigður rekstur sé mikilvægur, þó þetta sé leiðilegt topic, þá þetta grundvallar atriði í því að... Og þessum erum við að eyða tíma hér í þetta, við erum ósamála að þetta sé leiðilegt umræðið. En ef menn vilja þá geta þær alltaf náttúrulega spurt gervigröndina og hún getur útskýrt þetta alla nóttina. Ásdís, mér langaði þess að spyrjast aðeins fyrir það sem að var barst í tal hérna áðan. Varðandi Kársnesskóla, það var í klúður alla klúðra. Þetta eru svakalegar tölur sem að hér eru nefndar. Heldur betur. Það var, sem sagt, þetta reyndar ákvörðun Barnaskóla Kársnes var tekið á þar síðasta kjörtímabili, þannig að það var áður en að við Orri tóku við þessu meirihluta. En það breyti þó ekki því að það var farið í þetta verkefni, það þurfti að rífa gamla Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes risin. Þetta glæsileg bygging, það skólasamfélagið rosalega, allir ánægðir með bygginguna, hljóðvistinni góð og bara börnunum, foreldrum og skólasamfélaginu líður vel í þessari glæsi byggingu. Það eins gott fyrir alla þennan penning. Heldur betur. Það sem gerist nefnilega á leiðinni að við sem sagt fórum í alþjóðlegt útboð á sínum tíma aftur, þetta var fyrir okkar tíð og úr var að ítalski verktakar taka við verkefninu. Svo fáum við þetta svolítið fangið. Það kemur sem sagt í ljós að bara þeir eru alls ekki að standast okkar gæðakröfur og í raun skólinn í byggingu og við sjáum bara, skólinn mun bara mikla áfram. Þannig að það sem við gerðum og tók á ákvörðunum var að rifta samningi við ítölsku verktakana. Og vel að merkja, það varla fordæmi þess efnis á Íslandi eða á Norðurlöndunum að svo hefur verið gert svona stórt verkefni af sveitarfélögum. En við gerðum það og nú hefur riftunin verið dæmd lögleg. Það sem við erum núna að vinna í að undirbúa þetta málsókn gegn ítölsku verktökunum vegna þess að við ætlum auðvitað að fá fullar bætur tilbaka. Hverjar eru þær? Bæturnar. Já. Það auðvitað bara sá kostnaður sem við urðum fyrir vegna þess að í raun byggingin lá undir skemmtum. Það nefnilega trúnaðarmál eins og sakir standa því að kröfugerðin hefur ekki verið gerð opinber og ég væri að skaða hagsmuni Kópavogsbæjar og Kópavogsbúa ef ég myndi upplýsa hér hver krafan en það mun komi ljós bara á næstu vikum og mánuðum. En er þetta ekki bara sambærilegt klúður á við Brákaborg? Er þetta ekki það sem að sveitarfélög og stjórnmálamenn eru að horfa upp á vítt og breitt? Jú, og þú veist, ég ætla ekki að fara að svara fyrir Reykjavík, ég í frambúði í Kópavogi. Þú vísar í sífellu til Reykjavíkur, þannig að... Gerir ég það? Já. Hvar? Til dæmis varandi leikskólamálinu minna. Ég nú vanlega miðað við Mosó, en það nú bara kannski samburðar gjaldskrá fyrir eitthvað svona framkvæmt. Í öllu falli, við hljótum þá að vera sammála það að það hægt að gera betur í þessum útboðsmálum og sama hvernig hrósa sér fyrir þetta, hvernig gripið á þessu, það ekki hægt að vera ánægður með það að það fari einhverja 6 milljarða fram úr. Og það líka eiginlega verið að fá að leiðrétta það ekki eins og þessi skóli sé klárar, ég bara hvern sem til að fara þarna upp eftir þessi klára skóli svo langt frá því að vera klár að þetta ennþá bara framkvæmda. Var þetta 6 milljarða framúrkeyrsla? Það líkur auðvitað ekki fyrir vegna þess að við höfum ekki birt kröfugerðina og það engin leyndarhyggja hér sama hvað þessi flokkar hér að halda fram. Þetta í raun trúnar þar til að kröfugerðin liggur fyrir og hún mun liggja fyrir á næstu vikum og þá mun heildar. Nei, þetta snýst ekki kostningar, Jónas. Þetta snýst það að við stöndum vörð hagsmuni Kópavogsbúa og bæjarsjóðs og gerum þetta vel. En hefði ekki verið heppilegt að þetta hefði verið komið fyrir kostningar? Við höfum ekkert að fela og ég bara afskaplega stolt af því að við höfum kjark til að rifta þessum samningi vegna þess að einn bæjarfulltrúi var á móti riftuninni og það var bæjarfulltrúi Viðreisnar sem bara hafnaði því að rifta og hvar væru við stödd ef við hefum ekki farið í riftunina. Við værum nú væri risin miklaður skóli. Á hvaða forsendum var svo riftun? Við eigum bara eftir að sjá hversu vel svo ákvörðun hennar eldist. En á hverju byggði svo andstaða? Því að við myndum ekki ná fram neinum bótum. Vildi halda áfram að vinna með ítalska verktakana? Vildi bara keyra verkefnið, ef ég skildi rétt, vildi keyra verkefnið áfram og halda eftirlitsaðilum við efnið. En það sem ég leikur mest forvitna á að vita hvað gerist eftir riftunina. Því að þegar samningnum rift stendur kostnaðurinn í hvað
1,5 milljarð. Hvað gerist þá? Kópavogsbær ræður skrilljón undirverktaka á tímakaupi til þess að klára uppbyggingu skólans. Af hverju fórum við ekki annað útboð? Af hverju var farin þessi leið? Bara hvað gerðist? Hvernig, þú veist, við hefðum í alvörunni geta rifið það sem var þegar komið upp og byggt einn skóla og sennilega hálfan í viðbútt. Glæsilegur skóli er risinn og við opnuðum hann haustið núna í haust og ef við hefðum farið einhver aðra leiðir þá væri hann ekki risinn í dag og sérstaklega ekki ef við farið leið Viðreisnar í þessum efnum. Ef ég má aðeins grípa þennan bolta, ég bara hvet fólk til að fara þarna upp eftir og sjá hvort að þessi skóli sé tilbúin. Ég nú freka vissum að foreldrar og starfsfólk í Barnaskóla Kársnes finnist svolítið sérstakt að heyra bæjarstjóra og tala að einhver glæsilegur skóli sé ristur. Það ennþá bara stórir skurðir og þungavinnuvélar til starfa þarna meðan börn eru á leiðinni í skólann, Menna auðvitað komið óhögg í rekstri, en það bara ekki hægt að hrósa sér fyrir þetta mál. Sama hvað Ásdís segir. Að neinu leyti. Þau hefðu kannski átt að sæma sig grænu skóflunni. Einar Jóhannes? Já, ég enda fór á opið hús þarna og ég get alveg tekið undir það að komin á óvart hversu mikið var ekki klárað. Ég held að þegar kemur samt að þessu, ég meina, það voru nú bara margir verktakar sem að vöruðu við á þessum tíma þegar þessu tilboð var samþykkt, vöruðu við þessum ítölsku verktökum. Og við í miðflokknum viljum einmitt talandi útboðin, talandi þessum lóðaútlutanir og allt þetta. Það þarf auðvitað að vanda til verka og maður vonar bara að Kópavogsbær læri af þessu að kannski forgangsraða fyrirtækjum sem eru kannski með áratuga reynslu á Íslandi. Ég meina, það er mikilvægt að við séum að byggja á með fullt af bara frábærum fyrirtækjum sem þekkja íslenskar aðstæður og hefðu örugglega brugðist öðruvísi við. Hvað varðar einhverja leyndarhyggju og svona, ég eiginlega bara treysti bæjarstjóra í þessu þegar kemur að kröfugerðinni. Ég sé ekki hvernig við varum mikið bættari þegar kemur að því. Þannig að, já, ég er alveg sammála að það þarf að vanda betur til verka. Við erum búin að sjá þetta með þetta, við erum búin að sjá þetta með Brákarborg. Mér finnst ég heyra rosa mikið samt frá Samfylkingunni og Viðreisn þau eru kvart undan rekstrinum, þau eru kvart undan hinu og þessu. Ég veit samt ekki alveg ennþá hvað þau ætla að gera. Við vitum eitt sem þau ætla að gera. Núna á þinginu eru það að reyna að keyra í gegn frumvarp þar sem þau ætla að skylda Kópavogsbæ til að hámarka útsvarsprósentuna sína til þess að fá úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Nei, það var hætt við þetta. Já, talandi kortir í kosningar. Það var hætt við þetta í fyrra, á síðasta þing. Já, við sjáum hvað gerir 17. maí. Ef að þau munu keyra þessi gegn, þá munum við bara reyna að sporna við þessum skattahækkunum sem að koma frá þinginu, vegna þess að, og eins og við bara sjáum hvað gerist á þinginu og við getum bara heimfært að líka yfir á sveitarstjórnarmálin. Mér finnst rosa mikið verið að tala ábyrgan rekstur. Við sjáum það ekki á þinginu, við sjáum bara skattahækkanir og ég bara væri til að heyra hvaða aðgerðir þau leggja til, þegar mér finnst rosa mikið kvart undan ársreikningnum. Eitt því ekki fullilega óskilt, Jónas. Ég var að glugga í stefnuskráni á okkur og þar eru ýmis ágætt áform bæði bæjarbra og eitt af því sem þar er varðandi frístundastyrkina. Þið viljið styrkja öll börn í einni íþrótt og það fari hækkandi með aldri. Við erum nú bara að tala hækka frístundastyrkin? Nei, tala ókipis, íþrótt fyrir eitt. Ég held að þið séu að blanda saman stefnumálið Framsóknar hérna í bænum og okkar. Við höfum talað fyrir hækkun frístundastyrks. Já, ég nú ekki með þetta fyrir frá mig, ég held ég hafi verið að lesa hjá réttu flokki. Já, það getur vel verið að það sé þá bara einhver gömul áhersla eitthvað, það er alveg skýrt í okkar áherslum höfum talað fyrir því að hækka frístundastyrk. Má ég aðeins grípa inn í að því ég... Það eru 6-7.000 börn í Kópavogi. Þannig að sérhver svona hækkun telur og mér sýndist að bara svona eins og sá frístundastyrkur sem ég þekki að þetta geti kostað 0,5 milljarð bara auðveldlega. En ég meina ef þið ætlaði að hækka frístundastyrkin, hvað er að hugsa mikla peninga og hvað er ætlaði að finna? Við höfum nú talað að bara flýta okkur hægt í þessu og reyna að móta einhverja stefnu til langstíma með langtíma plan í hækkunum. Það er ekki eins og við sem að fara að taka hérna við og hækkan upp í 100 skall á einu bretti. Við erum með nokkrar áherslur og það er það sem við höfum talað í þessum kosningum að forgangsraða öðruvísi. Að forgangsraði þá barnafjölskyldna, að forgangsraði þá aldraðra. Ég meina, þú veist, ég held að 70.000 er raunhæft í fyrsta kasti en eins og ég segi, mér finnst óábyrgt að ég færi hérna að lofa einhverju án samhengis við rekstur bæjarins og án þess að þetta sé einhverju svona heildstæð samhengi við aðrar áherslur og þessu búið að kostna með þetta allan pakkan. Það er auðvitað ekki þannig að áherslur okkar í kostningum séu allar kostnaðarmetnar, ekki frekar en minnst annars. Við Framsóknarmenn viljum 5 yngstu árgangana í gjaldfrjálsa eina íþrótt og
Við áætlum að það kosti kannski á bilinu 10 til 15 milljónir per árgang í kerfinu. Þannig það umtalsverðar fjárhæðir. En við teljum þetta að vera mikilvægt. Við komum þess aðeins á koppin á þessu kjörtímabili með yngstu börnin. Við viljum fikra okkur ofar og þá erum við að tala um eina íþrótt eða eina tómstund sem að þannig að við erum búin að reikna út kostnaði við þetta svona gróflega séð að vísum með þeim vikmörkum hver fjöldi þáttakan er. Hver kostnaðaraukinn við að færa þetta upp í 70.000 í fyrsta kasti? Má ég aðeins fá að bregðast við? Frístundastyrkurinn er 70.000 í dag, þannig að þú ætlar að halda honum óbreyttum. En það sem ég finnst alveg sorglegt að hlusta á hér, að því ég var að undirbúa mig fyrir þannig þátt og var að lesa áherslu Samfylkingarinnar í Kópavogi. Þar stendur skýrt, Samfylkingin í Kópavogi er að lofa ókeypis eina íþrótt fyrir öll börn í Kópavogi upp í 18 ára aldur og að frístundastyrkurinn fari hækkandi. Ég á sem betur fyrir mynd af þessu, þannig að ég get senda á oddvita Samfylkingarinnar. Og hvað kostar þetta? Þetta kostar 500 til 700 milljónir króna á hverju einasta ári. Það er svo mikilvægt þegar stjórnmálaflokkar stíga svona fram að mæta ekki bara með óábyrg og útblásin loforð, heldur standa við gefin loforð. Ok, förum í þín kosningalofur. Hvað kostar þessi golfvöllur sem þú ferð út allt að lofa? Hvað kostar allt þetta sem þú ert að lofa? Ætlar þú að fara að segja okkur það? Það höfum við sjálfstæðismenn heldur betur gert á þessu kjörtímabili. Við stígum fram með 100 loforðalista og við höfum verið að merkja við á hverjum einasta degi öll 4 árin og við erum komið langleiðina með það að klára okkar lof. Við látum verkin tala, Jónas, og við vitum það að þetta er ekki það sem kjósendur vilja. Þau vilja ekki að við komum fram með útblásin loforð sem eru ekki óútfærð og meira segir Samfylkingin hér að hafna því að standa fyrir þessu loforð sem stendur á stefnuskrá. Það er það sem ég held að við þurfum að fá á hreint. Þú fullirir að þetta kosningalofvorð sé til staðar, þú hefur lesið það líka. Er þetta eitthvað sem að þú kannast ekki við að flokkurinn boði? Sko, við erum með 2 skjöl í rauninni, það er eitt sem er svona töluvert stærra sem eru bara áherslur okkar í breiðum málaflokkum. Ég get ekki útilokað að þetta hafi læðst en það er alveg skýrt að í áherslum okkar í þessum kosningum þá höfum við talað fyrir það að hækka frístundastyrkinn ekki þessa ógeðsleik. Þú þekkir vonandi bæði þessi skjöl? Ég þekki það ágætlega, já. Ég kannast ekki við þetta síðan, ég skal alveg trúa því að það sé þarna eða það er fullyrt. En áherslan okkar í þessari kosningabaráttu er að hækka frístundastyrkinn. Og það er alveg rétt sem Ásdís segir að hann er 70.000 fyrir 5 ára börn. En þegar er farið hærra. Hann er 70.000 í Kópavogi. Hann er 90.000 fyrir 5 ára börn. Að snúa þessu dæmi við er aðalatriða því að kostnaðurinn fer auðvitað hækkandi með hækkandi aldri barnanna. Það skýtur skökku við að frístundastyrkurinn sé hærri fyrir yngri börnin og svo lækkjan eftir þegar loksins komin í dýrari tómstund. Bara rétt, Jónas, er það samt ekki alvarlegt mál ef að stjórnmálaflokkur er að lofa einhverju sem hann hyggst ekki standa við eða veit hreinlega ekki að hann hafi lofað? Já, sko, það er auðvitað alvarlegt mál ef þetta stóra stefnuskjal okkar er eitthvað rangt, en við höfum samt alveg lagt áherslur og mjög skýrar línur hvað við ætlum að gera í Kópavogi og þar er það einn af okkar fyrstu punktum að lækka kostnað barnafólks og þar tölum við að hækka frístundastyrkinn en ekki að lofa einni frýri íþrótt þó að það hljómi eins og ágætt hugmynd og alveg vel hægt að gera það með við þessar tölur framsóknar. Má ég koma inn á frístundastyrkjastefnu Viðreisnar? Svona stutt. Þú fær líka næstu spurningu. Já, við ætlum ekki að leggja til einhverja flatar hækkanir á frístundastyrk, heldur viljum við mögulega reyna að skoða leiðir til þess að koma hærri frístundastyrk til tekjulágra heimila. Við heyrðum það svolítið í samtölum við íþróttafélögin að börn sem búa við fátækt eða tekjulágum heimilum veigra sig við því að stunda íþróttir af því kostnaðurinn er mikill, hann er meiri heldur en frístundastyrkurinn dekkar og þess vegna okkur langar til þess að rýna þetta og athuga hvort við getum skoðað færa fjármagn úr einhverjum styrktarsjóðum yfir í svona útfærslu af því þetta fólk á sama tíma veigra sér við því að biðja aðstoð. Gott og vel, við skulum lækka hitastigið hér í salnum aðeins og fjalla leikskólamálið, ekki? Já, sem að hefur ekki borið á góma í málinu Kópavogs á þessu kjörtímabili. Og María, við ætlum einmitt að varpa spurningunni til þín. Þú nefndi það hér í upphafi málsins að leikskólagjöld væru hinn hæstu í Kópavogi, hæstu hæðum. Bærinn réði sannarlega í breytingar á kerfi sem hefur verið brogað víðum land, leyfi með segja áratugum saman. Meirihlutinn bendir á jákvæðar breytingar hvað þetta varðar. Hvernig horfir þetta við ykkur? Eru þið alveg þversum? Hefðu þið átt að fara einhverja gjörólíka leið eða hefðu menn reynilega átt að halda sig við fyrra kerfi áður en að þetta svokallaða Kópavogsmódel var innleitt? Sko, ég
móðir 2,5 árs og ég fylgdist með þess innleggingu Kópavogsmódelsins þegar ég var ólétt, ég var eið. Mér fannst þetta ekki gott. Hins vegar get ég alveg sagt það að ég hef verið í miklum samtölum við leikskólaumhverfi, leikskóla starfsfólk og kennarastéttir og allt og fengi ágætis kynningu frá bænum á Kópavogsmódelinu. Það þýðir ekki að ég sé allt í einu orðin seld, sko. Það ýmislegt sem var gott. Þetta hafði góðar afleiðingar inn í leikskólana. Þetta bætti starfsumhverfi, þetta jók fyrirsjáanleika. Þú talar þetta í þátíð. Þetta ekki lengur gott? Jú. Já, sorry. En þetta ósanngjarnt. Þetta kerfi ósanngjarnt. Og ég get ekki litið svo á að svona kerfi sé eitthvað sem til frambúðar. Ósanngjarnt gagnvart hverjum? Að mér þykir ósanngjarnt að þeir sem þurfa bara 6 tíma vistun geti fengið hana fríkipis og þeir sem þurfa 8 til 8,5 tíma borga rosalega mikið. Þetta þykir mér ósanngjarnt. Sveitarfélögum ber að tryggja starfsaðstæður síns starfsfólks. Það leikur alveg fyrir og það skiptir ekki máli hvort það sé inn á leikskólum eða inn á bæjarskrifstofum. En sveitarfélögunum ber líka þjónustu foreldra og þeim ber að tryggja okkur þjónustu á viðráðanlegu verði. Það sem við erum að boða að við viljum lækka gjaldskrána. Við viljum lækka gjaldskrána fyrir 8 tíma, 8,5 og svo sem skoða 9 tímana. Af því að það ekkert óeðlilegt að þurfa 8 tíma vistun á leikskóla og 8,5 ef báðir foreldrar vinna á almennu vinnumarkaði. Hvað eiga foreldrar að borga fyrir það? Sko það sem ég að horfa til eins og Hafnarfjörður og Akureyri sem eru með sambærilegt kerfi. Þar munar 150.000 krónum á ári í leikskólagjöld. Það munar miklu fyrir mörg heimili. Það bara staðreynd. En ég horfi svolítið til þess að vilja draga aðeins niður þessi háu gjöld. Ég ósammála því að þessi háu gjöld og þessi háa gjaldskrá sé það eina sem að drífur þetta kerfi áfram. Við sjáum það bara í Hafnarfirði og Akureyri að þetta virðist hafa skilað sér í betra starfsumhverfi. En það líka bara staðreynd að leið og þú búin að taka börnin út úr leikskólanum, þegar þú dregur svona úr eftirspurnin eftir þjónustunni, að þá minna að gera. Og það bara vel. En við getum brugðist við. Kópavogsmódeli held ég mátti ekki einu sinni kosta neitt. Þessar breytingar. Ég hef allavega ekki fengið eða geta nálgast gögn það þrátt fyrir að hafa spurt. Jónas, ég held að sé óhætt að segja að því samfélkingunni hafi svona leitt þessa sókn gegn Kópavogsleiðinni og eins og ég minntist á áðan Kristján Frostadóttir forsætisráðherra og formaður samfélkingunar, hún hefur látið mjög til sín taka í því, bæði þegar var verið að kynna stefnu flokksins á höfuðborgarsvæðinu og síðar reyndar og ég held að það verið síðast í gær þar sem að hún sagði að þessi barnaskattur í Kópavogi væri árás á konur, tekjulága, ungt fólk. Ykkur alvara? Okkur fúlasta alvara. Við teljum ekki að það sé ásættanleg leið til frambúðar að verðleggja fólk út úr velferðarkerfinu okkur. Ég veit ekki hvort að fólk myndi þykja það ásættanlegt að til þess að leysa vandan á Landspítalanum yrði bara hækkuð gjaldskráin þannig að fólk geti hætt að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Og þetta horfir eins við okkur. Auðvitað þurfti að gera eitthvað. Það þurfti að grípa í handbremsuna, en það var neyðaraðgerð og núna bara farið að vera tímabært að skoða hvort við getum ekki létt á kostnaði barnafjölskylda. Við höfum lagt áherslu á fyrst og fremst 100% systkinaafslátt, að því við sjáum að fólki sem strögglar í þessu kerfi fyrst og fremst fólk sem með 2 börn eða fleiri og það aðgerð sem kemur ekki niður á mönnum. Þú sækir auðvitað börnin á sama tíma. Og bara það sem við heyrum úr leikskólakerfinu bara að það hafa engar áhyggjur að þessum systkinaafslætti en það sem við vitum að þetta eitthvað sem þarf að passa og það engin vilji hjá okkur að leggja kerfið í rúst þrátt fyrir því sem reynt að halda fram að þá gerum við þetta í skrefum, við innleiðum Ef þið kallið þetta árás á fólk
og allir sem bara verið svolítið slök að laga það? Eða? Nei, okkur er fúlast alveg með að laga þetta og við gerum það alvarlega, gerum það með alvöru, en við horfum samt alveg til þess að það var farið þessa leið út af ástaf, það var út af mönnun og starfsaðstöðun leikskólakennara og það sem við höldum fram að það er hægt að lækka kostnað barnafjölskyldna án þess að það komi niður á mönnun og án þess að það setja allt í rúst, en við sýnum því þetta virðingu að þetta er eitthvað sem leikskólastarfsfólk baðum og barðist fyrir og við ætlum að vanda okkur í þessum efnum. Ásdís, stendur þú fyrir árásum á konur tekjulega á ungt fólk? Nei, bara síður en svo og það virðist vera eins og forsætisráðherra og Samfylkingin bara skilji ekki Kópavogsmódelið. Í fyrsta lagi þá eru einmitt tekjulega á heimili einna ánægðust með Kópavogsmódelið. Það af því að Kópavogsmódelið að grípa vel tekjulega á heimili. Við erum með rúma afslætti til að grípa tekjulega á heimili og það ástæðan fyrir því ánægðinu einna mest hjá tekjulægstu heimilum. Þá það líka staðreynd að leikskólagjöld á meðaltali eru heimili í Kópavogi að greiða lægri í Kópavogsmódelinu heldur en fyrir Kópavogsmódelið. Af hverju það? Já, það út af því að við erum með tekjutengda afslætti. Það af því að þriðjungur foreldra að nýta sér 6 tíma gjaldfrjálsa leikskólavist og það líka af því að foreldrar hafa sannarlega verið að draga úr vistunartíma barna. Það sem að mér finnst miður að Samfylkingin samt sem áður að halda fram að þetta sé einhvers konar Kópavogsskattur. Þetta ekki skattur. Það sem skattur og það sem að gerast, barnaskattur Samfylkingarinnar það sem við erum að sjá að gerast í Reykjavík. Og það sem Samfylkingin hér að boða ekkert annað en Reykjavíkurmódelið til Kópavogsbæjar. Veitu hvernig þá? Inntökualdur í Kópavogi 12 mánuðir. Inntökualdurinn í Reykjavík 22 mánuðir. Tökum þá tekjulágan einstakling með lágmarkstekjur. Að bíða í 12 mánuði eftir leikskólaplási 5 milljónir á ári. Þetta barnaskattur Samfylkingarinnar í Reykjavík og við það bætir svo 0 lokunardagar í Kópavogi, 11.000 lokunardagar í Reykjavík sem snertir 70% leikskólabarna. Mér finnst miður hvernig Samfylkingin virðir algjörlega vettugi gæði þjónustunar og bara með eitt markmið virðist vera að grafa undan Kópavogsmódelinu með forsætisráðherra sér við hlið. Og svo verð ég að segja, mér finnst svo áhugavert að hlusta hér á oddvita Samfylkinguna ræðum leikskólamódelið að það alltaf einhvern veginn að fjarlæga sínum upphaflegu loforðum. Hér stóð auðvitað Jónas með forsætisráðherra fyrir utan rúmfattalagarinn og boðaði lögfestingu leikskólastigsins. Daginn eftir, eða þar næsta dag, mætti ráðherra málaflokksins og sagði að þetta væri bara alls ekkert á dagskrá. Og það var að vera að lofa ýmsu úr ríkissjóði líka samhliða. Þannig að mér finnst svona heilt yfir, horfi ég til þess, Samfylkingin gjörsamlega að skila auð í leikskólamálum og það virðist vera eina markmið Samfylkingarinnar í þessari kosningabaráttu að grafa undan Kópavogsmódelinu. Ég hlýt að fá að bregðast við. Nei, augnablik, Einar, það er fleiri að tjá sig. Já. Einar, þú ert náttúrulega þjónustu þegi upprennandi og alls konar. Hver ástæði Miðflokksins í þessum leikskólum? Sko, mér nefnilega finnst þessi umræða alltaf að vera svo áhugaverð vegna þess að við tölum alltaf leikskólamódel eins og þetta séum eitthvað svona tæknilegt módel. Það voru helst 2 hluti sem breyttust. Það var gjaldskráin og hins vegar var það að nú eru fleiri skipulagðir lokunardagar eða skráningadagar. Það helsta breytingin. Sveigjanleikinn. Já, skilur, en sem sagt, mér finnst við alltaf að vera að tala um þetta sé rosalega teknist módel, þannig í rauninni bara þeir sem eru með, ætla ekki að hreyfa gjaldskráni, hinir ætla að breyta gjaldskráni. Það í rauninni við erum að ræða þetta gjaldskrá. Vandamálið var auðvitað ekki gott. Nei, ástandið var ekki gott og það var vandamál sem þurfti að leysa og við höfum nú sagt það að það þarf að þora að gera hluti, rétt eins og þið þorðu að rifta þessum samningi við ítölsku verktakana sem var rétt ákvörðun, þá þarf að þora að ráðast í breytingar. Við sjáum það samt sem áður að þeir sem eru ánægðastir með Kópavogsmódelið, síðasta könnun sem ég hef séð, að þá voru 31% sem að gáfu módelinu á skalanum 8 til 10 í einkunn. Og það akkurat 31% sem getur nýtt sér gjaldfrjálsa tíma. Þannig að þeir sem átt að geta nýtt sér þetta auðvitað bara snilld. En þeir sem geta ekki nýtt sér gjaldfrjálsa tímana auðvitað óánægðir. Hvað viltu gera? Þannig að það sem við myndum vilja ráðast út í einmitt að fara að skoða hvert vandamálið. Vandamálið annars vegar mönnun og svo hefur verið leikskólapláss. Það þarf að fara að forgangsraða að klára þá leikskóla sem eru fyrirhugaðir. Þá myndast meira pláss. Svo það mönnunin. Það hefur verið vandamál að manna, bæði vegna starfsaðstæðna sem náttúrulega munu lagast og hafa lagast, en hins vegar það vegna þess að við erum alltaf að fylgja þessum bara lægsta taxta þegar að ráða fólki í vinnu. Ef það erfitt að manna stöður, þá verðum við að skoða hvort að þó það væri tímabundið, við gætum farið að borga hærri laun, þó þú verður ekki menntaður til þess að manna stöðunar.
Þetta, við þurfum bara að fara í að finna hvernig leysum við vandann frekar en að vera að segja bara eitthvað, já við ætlum bara að gera ókeypis. Ég held að það myndi ekki leysa neitt sko. Ég skil ekki hvernig þessi systkina afsláttur á að fara að bæta starfsæðistæðunar heldur vegna þess að vandamáli var of mörg börn með of fáa starfsmenn, of fá pláss og það er verið að hrúa börnum inn. Þannig að sko við viljum bara fara í raunhæfar lausnir að búa til fleiri leikskólapláss og gera það áfram aðlandi að vinna í Kópavogsmódelinu. Við erum með fullmannaða leikskóla, þannig að við erum þegar að uppfylla þetta. Það sér ekki skýrsla sem að koma daginn, það voru leikskólastjórar spurðir, þetta er bara í fundagerðum hjá leikskólanefnd, margir leikskólastjórar kvörtuðu undan því að á álagspunktunum þá er ennþá mönnunarvandamál og það eru foreldrar að hafa samband við okkur að segja þau séu að sækja börnin sín í leikskólan, það er kannski 1 eða 2 starfsmenn með allt og mörg börn á einni deild og stuðningsfulltrúar með þess að fengtir inn í hlutverki, þannig að, já. Orri, hvernig er útsýnið að miðju stjórnmálanna? Það eru auðvitað þannig að álægið og áskorannar í kerfinu hverf ekki þó við breytum kerfinu eins og við höfum gert. En það er mikilvægt að átta sig á því þegar maður er að gera breytingar eins og við gerðum þegar við komum að þessu kerfi í byrjun kjörtímabils eftir COVID, hamfarirnar og eftir hamfarirnar af samningunum styttingu vinnutíma. Að þá var þetta kerfi komið algjörlega á fótum fram. Algjörlega. Það er bara þvílík örvending raunverulega sem ríkti í umræðinu leikskólamál, ekki bara í Kópavogi heldur víðar. Það nokkuð rannblóðu til skildunar. Alltaf þegar maður gerir breytingar, þá er mikilvægt að setja sér einhver mælanleg markmið. Og við erum að horfa upp á það til dæmis að 30% gátu nýtt sér. Við vissum ekki hvað það var hátt hlutfall. Ég átti von að vera lægra, að komið skemmtilega óvart að þriðjungur geti nýtt sér þetta. Annar mælanleg markmið, 12 mánaða börnin í leikskóla í ágúst. Næstkomandi. Þriðja mælanlega markmið, góð og heilbrigð mönnun á leikskólum. Fjórða mælanlega markmið, ánægja hjá skólastjórnendum og aðstoðarskólastjórum samanber opið bréf til fjölmiðla sem þau lýsa yfir, þau dásama þetta módel. Þannig að þessi mælanlegu markmið sem við settum okkur, þau eru til staðar og tala nú ekki þjónusturofið sem var til staðar áður og er ennþá til staðar. Þannig að einhvers staðar verður að gefa okkur kredit. En býturólur, það sem að ég hef hins vegar sett út á upp á síkastið er ekki það að leiðtogi samfylkingarna sé að gagnrýna Kópavogsmódel eða stjórnmál í Kópavogi, alls ekki. Henni það frjálst að gera það. En ég tók eftir því í gær, síðast þegar ég hlustaði á hana, að hún er að fara með rangt mál. Það er öllu verra. Hún er að tala um það til dæmis að skráningardagar kosti aukalega. Það er rangt. Hún er líka að tala um það að þeir sem eru að fá frítt, það er allir hinir sem eru að borga fyrir fríu skólavistunina. Það er líka rangt vegna þess að 90% af þessum kostnaði er nú þegar greiddur af hinum almenna skattborgara. Þannig það er almenningur í Kópavogi sem borgar 9/10 af þessari skólavist bara almennt. Og bara að lokum, þetta var aldrei hugsað sem einhvers konar tekjuskapandi eða rekstralegt módel okkar hálfu. Þetta var hugsað til að leysa bráðavanda. Og ég er alveg tilbúin og við höfum alltaf verið tilbúin að endurskoða módelið frá tíma til tíma og við höfum gert það og ég er alveg tilbúin í þá vinnu áfram til dæmis að horfa á þrepaskiptinguna, hvort þetta að gera hana sanngjarnari eða meiri sáttum hana og hafi verið gagnrýni á hana. En ég bendi á við þurfum samt að stíga varlega til jarðaríð vegna þess að það módeli byggir dálítið á henni. Já, en það er að koma kosningar. Ég meina, eru þið með á teikniborðinu einhverjar hugmyndir hvernig megi tvíka? Já, við höfum bent á þennan fyrsta hálftíma eftir frítíman sem er dýr. Hvort það mætti gefa afslátt á honum sem að það hefði þarlegandi einhver áhrif upp í kerfið. Alveg tilbúin að skoða það. Og það sem við kannski sjálfstæðismenn höfum sagt er að við stöndum vörð Kópavogsmódelið sem slíkt að því við sjáum þann árangur sem við ætluðum okkur og er að skila. Og það skiptir öllu máli. Hvenær börn fá leikskólaplás, að foreldrar geta treyst á þessa góðu þjónustu, hún sé áreiðanleg og líka að leikskólar í Kópavogi eru svo gott sem full mannaðir. Það sem við sjálfstæðismenn höfum hins vegar alltaf sagt, þetta er ekki fullkomið. Og við vitum það vel að við þurfum að vera reiðubúin að grípa til aðgerða ef að það kemur ákall frá foreldrum og við höfum gert það. Við erum búin að auka sveigjanleikann með dvalatíma barna, við erum búin að hækka systkinaafsláttinn og við getum bara, við eigum auðvitað statt og stöðugt að vera að skoða það hvað við getum gert betur til að mæta foreldrum en í grunninn samt sem áður finnst mér skipta öllu máli að við stöndum vörð þetta frábæra módel sem er að skila þeir árangri sem að var stefnt. Jónas hefur óskað þetta að bregðast örlítið við. Mér bara heyrist við að vera orðin öll frekar sammála að módelið sem slíkt sé
komin til að vera allan í einhver tíma áfram en að það þurfa að endurskoða gjaldskrárna. Það er nú allt og sumt sem við höfum lagt áherslu á og þennan 100% systkinaafslátt til þess að grípa fólki sem að borga hæstu gjöldin og það kemur ekki niður á mönnun af því að vandamálið fyrst og fremst fyrirsjáanleiki mönnun, ekki mönnunin sem slík að út af styttingu vinnuvikunnar til dæmis var að fara að vera töluvert mikið púsl að manna í byrjun dags og lokdags. Er þetta trúverðugt að þetta sé bara svona tæknilegt gjaldskráraatriði þegar að formaðurinn í sömu andrá að tala þessa mesta ranglæti á Íslandi? Herru, við höfum bara sagt það frá byrjun, við höfum talað að setja þak á leikskólagjöld við 50.000 krónur og 100% systkinaafslátt. Í Kópavogi þýðir það að lækka meðan við 8 tíma vistun fyrir eitt barn 8.000 krónur á mánuði og setja 100% systkinaafslátt. Þetta það sem við höfum sagt frá byrjun á Smáratorgi. Nú hafið þið sagt ykkar síðasta orð Kópavogsmódelið. Við ætlum að fara í önnur mál hér eftir örskamma stund því að nú grípum við inn í örstuttar og fáar auglýsingar. Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is. Hraði, öryggi, þjónusta. Þú getur meira með símanum. Komið sæl að nýju. Þetta var spennandi umræða Kópavogsmódelið sem hefur nú reynda verið viðvarandi umræða nær allt kjörtímabilið. Nú ætlum við að vinda okkur að öðru máli sem hefur teygt sig yfir kjörtímabilið og mun örugglega teygja sig yfir það næsta og þar næsta og það borgarlínan og samgöngusáttmálin. Sá flokkur sem hefur verið hvað gagnrýnastur á þessi mál sannarlega miðflokkurinn. Einar Jóhannes, hvað sjáið þið þessu til foráttu? Þurfum við ekki að vinna bug á þessum endalausu biðröðum og töfum í umferðinni? Jú, nú erum við búin að vera að tala svolítið Reykjavíkurmódelið áðan. Við hefum verið að tala það er búin að læða svona ákveðin Reykjavíkurvæðing í skipulagsmálinu í Kópavogi. Eitt stærsta vandamál sem átti sér stað í Reykjavíkurborg. Nú vinna margir Kópavogsbúar í Reykjavík. Og það er nokkuð auðvelt fyrst mann að keyra hérna í Kópavoginu, svo þurfum við að fara að nálgast Reykjavíkina, þar koma teppurnar. En það hefur ekkert verið gert fyrir samgöngur þar. Þau tóku náttúrulega þetta framkvæmda stopp þarna til þess að fjárfesta í strætó. Kom lítið upp úr því, manni fannst bara strætó versna og svo kom eitthvað app sem virkaði ekki og þetta var bara svona Brákarborg 2, við ætlum að fara aftur í leikskóla, nei. En við höfum bara verið að segja, við þurfum skynsemi í skipulagsmálin. Íbúar Kópavogs hafa ekki áhuga á þessari þéttingu byggðar sem að birtast okkur. Og borgarlínan komin inn í aðalskipulag Kópavogs og undirstaða þess að við erum að þétta byggð. Auðvitað þurfum að efla almenningssamgöngur, en við viljum að í samgöngusáttmálanum, við höfum talað um endurvirkja, endurskoða hann vegna þess að vegaframkvæmdir eru svo aftala. Við myndum miklu frekar vilja byrja á vegaframkvæmdunum til þess að liðka fyrir allri umferð, heldur en að vera að fara battería, eins og núna erum við að henda upp Fossvogsbrúnni og það er mikil óvissa til dæmis við siglingafélaginu Ími hjá Björgunarsveitinni. Íbúar vildi ekki Fossvogsbrúna fyrst að þeir vildi ekki fá alla umferðin á Kársnesið, en núna sjáum við að það er verið að frá koma 1400 íbúðir eitthvað sem er verið að reisa þarna. Það er að koma 2 bílastæðahús, þessi umferð sem að Kársnesbúar voru hræddir við að fara að koma á Kársnesið. Er það ekki bara strætó, það verður einhver bílum hleypt yfir Fossvogsbrúna? Akkurat, þannig þeir munu keyra í bílastæðahúsin, leggja þar og taka hopphjól yfir til að losna við umferðin í Reykjavík. Þannig að við erum á því að við viljum bara fá skynsemi í skipulagsmálin, við viljum endurskoða hversu mörg bílastæði eru byggð per íbúð. Núna þetta komið niður í alveg 0,75 og jafnvel 0 fyrir stúdentaíbúðir. Það er bara í aðalskipulaginu. Þannig við viljum endurskoða það og við viljum einfaldlega að við hættum þessari þéttingu og förum að byggja aftur svona blómlega og fallega eins og við höfum gert í efri byggðum Kópavogs. Ásdís, eru þið ekki bara að gleypa við þessari hugmyndafræði sem að Dagur B. Eggertsson hefur keyrt í gegn á vettvangi borgarinnar? Já, síður en svo. Ég er auðvitað bæjarstjóri Kópavogsbúa. Og ég á þessu kjörtímabili óskaði ég eftir því að við myndum fara í endurskoðun á samgöngusáttmálanum vegna þess að ég sjá að þessar áætlanir voru ekki að standa skoðun og svo líka skipti okkur Kópavogsbúa gríðarlega miklu máli að ríkið myndi taka þátt í rekstri að hágjaða almenningssamgöngum eins og við sjáum erlendis og það tókst að draga ríkið á borðinu og nú erum við að reka strætó saman. Það sem að mér finnst skipta máli í öllu þessi að því hér Einar að tala um breytta forgangsröðun. Já, ég heyri ekki betur en að Reykjavík vilja líka sem á Hafnarfjörður. Við erum í fyrsta áfanga í öllum framkvæmdum.
Bæði það Fossvogsbrúin sem og Arnarnesvegur og þetta eru gríðarlega mikilvægar samgöngubætur fyrir Kópavogsbúa. Þess vegna tek ég ekki í mál að við förum að endurskoða forgangsröðun verkefna vegna þess hagsmunir okkar eru að þessi endurskoðun haldi varðandi samgöngubætur. En Ásdís, hefur þú ekki átt að lyfta flaggi þegar að Fossvogsbrúin óx einhvern veginn úr 300 milljónum í einhverja milljarða og sér nú ekki sko fyrir endan á því? Ég gerði það og þá fórum við endurskoðun. Endurskoðunin reyndist vera, en það sem við þurfum hins vegar, það verið að bera líka saman epli og appelsínu við þessa brú, annars hefur var þetta einbreið göngubrú og hins vegar þetta orðin mun stærri brú þar sem almenningssamgöngur eru að fara í gegn. Þú veist að borgarlínan á að vera byrjuð en það er að borga fyrir eitthvað sem ekki er? Nei, framkvæmdir, ég var nú bara að sjá að stólparnir eru komin út í sjó yfir Fossvoginn, en það sem mér finnst skipta öllu máli í þessu og ég held að við séum öll sammála því. Við viljum greiðar samgöngur fyrir alla. Og ég vil bara hafa valkosti fyrir alla, hvort sem það er akandi, gangandi, hjólandi eða með strætó. Og það er ekki rétt sem haldið hér fram eins og við séum að þrengja fjölskyldubílum. Við ætlum ekki og það er skýr stefna okkar sjálfstæðismanna, við munum ekki þrengja fjölskyldubílum. Hér var Borgarholtsbrautin nefnd áðan. Það er einmitt áskorun fyrir okkur hvernig við ætlum að koma strætó fyrir á Borgarholtsbrautinni án þess að þrengja fjölskyldubílum. Og við erum bara að skoða það hjá okkur. Við ætlum ekki að láta betri samgöngu segja okkur hvernig við ætlum að skipuleggja Borgarholtsbrautina. Við ætlum hins vegar að gera það þannig að við erum ekki að fara að þrengja fjölskyldubílum og við þurfum þá að finna einhverja útfærslu sem hentar öllum valkostum. Okkar stefna er skýr, einn valkostur má ekki þrengja af öðrum. Og af því að við erum nú að ræða hér í þessum þætti svolítið Reykjavík, þá verð ég að segja það að því að Suðurlandsbrautin hefur verið til umræðu. Ef Suðurlandsbrautin væri í Kópavogi og undir okkar forystu, þá get ég fullyrt það að við værum ekki að fara þessa leið. En því miður er skipulagsvaldið hjá Reykjavík og meirihlutanum í Reykjavík og þess vegna er verið að fækka akreinum og taka bílastæði af fyrirtæki sem er í rekstri. Þetta myndi aldrei gerast undir okkar forystu. Jónas, það eru allir rekstraraðilar og húseigendur við Suðurlandsbraut sammála það að það sé verið að slátra Suðurlandsbraut með þessu ævintýri sem að liggur fyrir þar. Er ykkur hægt á því, náðu þú völdum og verður bæjarstjóri í Kópavogi að þið muni fara svipaða leiðir á vettvangi þar? Ég held að við bara stöndum við það sem er fyrirhugað, sem er að borgarlínan fari þá leið sem hún á að fara og ég, sko þetta er eitt af svona fámálum þar sem að ég er nú bara ágætlega sammála hérna Ásdísi og Orra. Ertu hlindu því sem er að gerast á Suðurlandsbraut? Ég veit að það er ekki innan ykkar bæjarmarka en þetta er stór mál fyrir rekstraraðila. Ég bara besta Pétur svari fyrir það þegar hann kemur til ykkar. En þegar borgarlínan fyrir smárlega. Heyra það, ef þú kemst til valda, hvort þú sést sammála aðferðafræði sem ég meina, sko, þú veist, auðvitað á að reyna að komast hjá því að þrengja eitthvað að bílastæðum og eitthvað svona, en ég held að þau líka bara að vera með raunsæði að sumstaðar er það ekki hægt. Það er engin slík áform uppi í Kópavogi og þess vegna held ég að sé engin sérstök ástæða til að ræða þetta hér. En þú segir að þú sett sammála því sem að hefur verið samþykkt í og svo framvegis, en þessu hefur miðað fáránlega hægt áfram. Þannig að þetta er samgönguverkefni og samgönguverkefni á að miða áfram. Eru betri samgöngur bara nokkrum vanda vaxnar eða þurfið þið þá ekki að grípa inn í þess að verja hagsmuni skattgreiðenda? Já, sko, þetta er náttúrulega bara risa projekt þessi samgöngusáttmáli og fagna því náttúrulega að loksins eru komnar almennilegar fjárfestingar sko, og þáttaka ríkisins í uppbyggingu samgöngu mannviða á höfuðborgarsvæðinu. Sáttmáli sem slíkur eru auðvitað nauðsynlegur að því þetta er eitt stórt samgöngusvæði og í sjálfu sér ekkert aðalatriði sko hvar er byrja, það er náttúrulega bara það sem er mest þarf að byrja. Ég meina, því ég keyri niður úr Hamraborginni, Hafnarfjarðarveginn og yfir í Reykjavík, þú veist, það er eitt og samfellt umferðarsvæði og það er nú framkvæmt í samgöngusáttmálum sem er göng úr botni Fossvogsdals og út á Miklabraut sem ég held að muni gagnast Kópavogsbúum gríðarlega þó hún sé í Reykjavík. Ég held að þessar tafir séu nú fyrst og fremst bara út af þessari verið farið svolítið fram og tilbaka með þetta. Það var farið í endurskoðun 2022 sem tafði verkefnið 2 ár. Núna erum við loksins farin að sjá þessar framkvæmdir byrja eins og Arnarnesveg og eins og Fossvogsbrú og svo fylgja fleiri framkvæmdir sem eru allar bara frábærar að mínum mati. Og þess vegna er ég hikandi við að gefa það undir fótinn að ég fara að endurskoða eitthvað. Ég myndi vilja bara byrja á þessum framkvæmdum sem eru í fyrsta fasa og svo er auðvitað alltaf bara gott að vera að endurskoða og skoða hvort það er eitthvað sem þurfa að gera öðruvísi en að fara í einhverja heildstæða endurskoðun og samgöngusáttmálum mun bara vera tafir og frekari bið eftir þessum mjög svo þörfu fjárfestingum. Nei, eins og Smáralindin, ég meina nú verður örugglega horft á Smáralindin að svipa eins og Suðurlandsbraut.
Þú lítur að þurfa að taka afstöðu til þess hvort þú myndir vilja miðjusetja akreinar þar, því að betri samgöngur munu 100% mæla með því. Nú er búið að loka þessum beygivössum í Smáralindina sem er þrenginga fjölskyldubílum. En hvernig sagði þú fyrir þér borgarlínu að koma það? Því það er einmitt í þessum næsta fasa. En mér skjallast ekki þá hann að vera í blandari umferð þegar svo langt er komið upp í Kópavoginn, þannig ég held að við séum bara í ágætum málum þar sko. En ef þeir myndu leggja það til, það er það sem að gera fyrir Suðurlandsbrautina, þú ert ekki að taka afstöðu til þess hvort þú viljir miðjusetja eða ekki. Ég meina, sko, það er náttúrulega alveg rétt sem er sagt hérna að betri samgöngur hafa ekki boðvald yfir Kópavogsbæ. Ég ætla ekki að fara að þykjast við einhver skipulagsfræðingur hérna, ég myndi bara vilja sjá málið og það kemur eitthvað til að... En þannig þú myndi gera það? Ég er ekki að segja það. Af því þess vegna ertu ekki að taka afstöðu? Þessar framkvæmdir bara standa ekki til og þú ert að fabúlera eitthvað hérna út í vindin og biðja mig að taka afstöðu til bara þetta er bara alveg sem þú vilt ekki taka afstöðu til þess hvort þú ætlar að hækka skatta og þetta er ekki að taka afstöðu til þess hvort þú ætlar að miðjusetja og taka akreinar. Sko, ég verð nú að segja eins og sko, þið eruð í framboði, það eru kosningar eftir örfáa daga. Þið hafið verið að segja að skipulagsvaldið sé ekki hjá betri samgöngum, það sé ekki annars staðar, það sé hjá ykkur í Kópavogi. Þá hljótið að geta að gefa okkur einhvern ávæningu um það hvað það er sem þið viljið, en ekki bara vísa það á einhverja framtíðagreiningar eða álit skipulagsfræðinga sem enginn veit hver er. Ég meina það er verið að biðja mig að taka afstöðu hérna til tillögu sem er ekki tillaga. Ég veit ekki alveg, það er ekki ábyrgt að mér að fara að fabúlera hérna standandi fæti og þannig bara ætla ég ekki að operera í þessu sko. Má ég aðeins kommentara á samgöngusáttmálann sem var nú gerður af þáverandi innviðaráðherra Sigurði Inga, okkar foringja, fyrrverandi. Og er stórmerkilegur áfangi að menn skuli og konur loksins hafa náð saman einhvers konar tengingar, alvöru tengingar og samkeppni á samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Minni líka og þreytist aldrei að minna það að borgarlínan er 0,4 af 10, eða semst 40% af fjárfestingar áætlunum. Mannvirki undir einkabílinn er jafn mikið. Aðeins meira. Aðeins meira. Þannig að og restinu göngustíðar og hjólandi og svo framvegis. Ég auðvitað horfa á hann út frá hagsmunum Kópavogsbæjar, þessa borgarlínu, ef við förum í hana. Minni samt að það að við erum að fá gríðarlega stórt og öflugt mannvirki uppi á Arnarnes, Arnarnesvegurinn, 3. áfangi, sem er gríðarlegt hagsmunamál fyrir okkur og einkabíl, eða þá sem að nota einkabíl. Það er mjög jákvætt. Borgarlínana mestu leyti á að geta farið vandræðalítið í gegnum Kópavog að frátalinni borgarlandsbrautinni og þar verðum við að finna lausnir, hvort sem það verið blandar umferð eða hvernig það verður án þess að ganga hagsmunir bæjarbúa. Það er augljóst og þá erum við komin út á brú og þeir hausverki sem eftir eru af borgarlínulegunni inn í miðjukjarna Reykjavíkurborgar höfuðborgarsvæðisins eru annarra en okkar. Þannig að ég ætla að leyfa mig að vera svolítið sjálfhverfur í afstöðu minni gagnvart þessu verkefni, en ég minni líka á að því öflugri sem almenningssamgöngur og borgarlína verður, því meira pláss verður eftir á götunum fyrir einkabílinn. Þannig að þetta vinnur ekki alltaf gegn hvort öðru, heldur getur þetta unni í sömu átt. En takist þetta, þá eru 12%. Þetta er nefnilega algengur misskilningur hjá Miðflokksmönnum og þeim sem setja sig upp á móti þessu að það sé einhvern veginn verið að þvinga alla í strætó eða í borgarlínuna og þeir get ekki keyrt á bílum sínum af því það er búið að taka akreinar undir strætó. Þetta er ekki svona. Alla jafna er komið fyrir auka akrein þar sem ekki verður því komið við. Gæti þurft að þrengja að akreinum bílnum. Varðandi Borgarholtsbrautina þá held ég að sé bara mjög mikilvægt og ég ítreka það að Kópavogsbær hefur skipulagsvaldið þar og mun ég allavega standa með því að Kópavogsbær við hafi virt og gott samráð við íbúa Borgarholtsbrautar. Ég er alveg hrifin af þeirri hugmynd að þarna fari blandaður akstur, ég keyri þarna reglulega í Bíó Kársnesinni og ég er statt og stöðugt að velta fyrir mér hvernig á að koma þessu fyrir. Svo er það bara þannig að við höfum síðustu áratugi forgangsraðað allri innviða uppbyggingu á vegakerfinu okkar í kringum einkabílinn. Það er bara rosalega mikið af fólki sem vill nota almenningssamgöngur. Þetta er rangt hjá þér vegna þess að það hefur verið framkvæmdastopp í kringum einkabílinn og þessum fjármunum hefur verið varið. Ég er bara að tala í heildarsamhenginu, skilurðu. Þannig í heildarsamhenginu á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum verið að forgangsraða samgöngum í kringum fólksbílinn. Það er fullt af fólki. Það hefur ekki verið þannig á höfuðborgarsvæðinu síðustu 20 árin.
það nú bara staðreynd að það hefur ekki verið að forgangsraða almenningssamgöngum. Nei, það er bara ekki þannig. Þetta ekki rétt hjá þér. Þetta kemur nú samt með samgöngusáttmálum, þá fleiri milljarðar að fara í framkvæmdir fyrir einkabílinn, mistlækka. Það er verið að vísa, ég bara leiðir þetta ekki rétt. Já, við erum bara, við tölum bara fyrir almenni skynsemi og hafa það að leiðarljósi. Mér langar til þess að gera börnin okkar sjálfstæð og útrýma þessu skuttli þannig að almenningssamgöngur geti gengið hratt og örugglega með góðri tíðni því það er akkurat það sem að fær fólk til þess að vilja nota þær og þá geta þeir sem vilja nota einkabílinn sinn aldeilis keyrt frjálsir ferða sinna í minni umferðarteppu. En bara eitt, út af því þú nefndi framkvæmdastopp, þá það alveg rétt að það var algjört framkvæmdastopp á höfuðborgarsvæðinu frá 2012. Og með tilkomu samgöngusáttmálans erum við að eyrnamerkja fjármagn til uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Vitið hvað landsbyggðin óska eftir? Já, samgöngusáttmála. Af því þau sjá að við erum loksins að fara í framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum ekki tíma til að ræða þetta, nú ætlum við að venda hvað okkar. En ég verð svona að bregðast við einu sem að... Ekki séns, vegna þess að nú ætla ég að fara í spurningakeppni númer 2 hér í þættinum og það Evrópumálin. Það er að segja að þau voru óvænt sett á dagskrá núna í vor og það á að kjósa í sumar og eins og þið hefur örugglega tekið eftir þá hafa margir verið að ræða þau á ýmsum vettvangi. En hvernig það? Hefur ykkur þótt þetta vera truflun á ykkar kosningabaráttu og hvernig ætlið þið að kjósa ef það verður kosið síðsumars? Örstutt. Bara byrjum á þér, Orri. Ég ætla að fyrir spurninginu hvort það hafi truflað. Nei, ég hef ekki orðið mikið var við það. Það hafi blandast mikið inn í umræðuna. En 2009 ágúst. Og tók það áhuga? Ég ætla að kjósa gegn því að við tökum upp aðild að vera við eitthvað allt annað Evrópusamband sem er til í dag heldur en fyrir 10 árum. Og ég hef smá forskot. Ég fyrirhandi starfsmaður framkvæmdastjóri ESB. Hef verið þarna innan dyra þó að sé langt liðið og mikill Evrópusinni, mjög mikill Evrópusinni og mér finnst Evrópuhugsunin góð. En ég hef ekki trú á því að okkar hagsmunum sé betur borgið inni heldur en utan svo staðan í dag. Takk, María. Já, áhrif, nei, ég hef ekki orðið vör við mikið umtal Evrópumálin, það vissulega ég í viðreisn en við fáum þessu spurningu, fólk hins vegar bara mjög tilbúið að láta þar við sitja, við kjósum það í ágúst. Ég gleðst yfir þessari atkvæðagreiðslu. 29. ágúst. 29. ágúst. Já, hvað ætlar að gera þá? Já, við verðum að hafa þetta örstutt. Ég sit mjög þægilega í þeirri samfæringu minni að ég mun kjósa já 29. ágúst. Já, ég tel að hagsmunum okkar sé betur borgið utan Evrópusambandsins. Ég vil einfalda líf landsmanna og við eigum ekki að fara inn í Evrópusambandi sem bara útblásið batteri með regluverk sem bara verið flóknara og flóknara. Ég sé hvað áhrif þetta hefur á lífsgæði og lífskjör Evrópubúa. Þá sérstaða okkar slík að hagsmunir okkar að mínum að þetta betur borgið innan. Já, við getum ekki sett að langa ræður þetta. En að því sögðu, hefur þetta haft áhrif á baráttuna? Nei, en þetta hefur haft áhrif á störf ríkisstjórnarinnar sem á fyrst og fremst að vera einblína á að ná tökum á efnahagsástandinu, verðbólguna og vöxtunum. En hvernig myndir þú kjósa í sumar? Ég held ég sé búin að svara, ég mun ekki kjósa ekki. Jónas Már. Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinum áhrifum og já, ég vil kíkja í pakkan. Já. Einar Jóhannes. Nei, ég held þetta hafa ekkert mikið blandast inn í. Það var kannski akkúrat punktur með því að setja þetta 29. ágúst og ég meina það, Orri talaði á að samgöngusáttmálinn hefur verið stór merkilegur áfangi og ég held að þessi atkvæðagreiðsla sé það líka því alveg svo kjósendur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks kusu þau að þau vildu ekki borgarlínuna. Það held ég margir hafa kosið flokk fólksins að þau vildu ekki fara í þessa vitleysu og ég mun kjósa nei. Þetta skorin orð. Þá ætlum við að vinda okkur í næstsíðasta lið þáttarins. Það eru kross-spurningar. Við ætlum að gefa okkur kost að því að varpa fram einni spurningu á einhvern mótherji ykkar. Þetta þurfa að vera stuttar spurningar og svörin líka. Orri, ef ekki hefjast að handa á þér? Já, ég hef búin að undirbúa mig en síðan bara í umræðanum svörin nokkurn veginn komin fram, sko. En Viltu sleppa því að spyrja? Nei, mér langar til þess að setja Jónas aðeins í sviðsljósi og spyrja og ég eftir svona alveg spurning smá aðdragandi að spurningunni. Nei, nú hefur álagningar hlutfall fasteignagjalda í Kópavogi lækkað 25% á kjörtímabilinu eins og kom fram hér áðan úr 0,2 í 0,15. Munt þú beita þér fyrir óbreyttu eða jafnvel lægra hlutfalli komist þú í meirihluta?
Sko ég hef náttúrulega bara svarað því eins og ég svaraði alla kosningabarátuna, það er ekki forgangsatriði. Við erum með ákveðnar áherslur sem við viljum fara í. Hvað þýðir það? Ætlið þið þá ekki að gera það? Ef það myndast sigur, ef við erum búin að ná okkar markmiðum og við erum bara umframpenning í kassanum, að þá er þetta auðvitað eitthvað sem við förum að skoða, hvort það sé hægt að lækka álagninguna. Við viljum ekki meiri skatta en er þörf til þeirra verkefna sem við erum að ætla okkur. En þangað til að þeim hefur verið mætt og mætt segi ég og við erum búin að lækka kostnað barnafólks, við erum búin að hlúa betur að okkar eldri borgurum, að þá er það ekki forgangsatriði, nei. Einar, þú spyrja spurningar. Hörru, já, ég var líka búin að undirbúa mig. Ég sett spurning mínu til Maríu Ellenar, oddvita Viðreisnar. Nú ert þú lögfræðingur hjá Útlendingastofnun og Miðflokkurinn hefur bent á þann mikla kostnað sem er fyllt þessum málaflokki og að það sé búið að fara svolítið óhóflega í þennan málaflokk. Komist þú til áhrifa? Hvernig mynd þú beita þér í þessum málaflokki? Hver er þín afstaða til þess hvað Kópavogsbær hefur tekið við mörgum hælisleitendum? Þetta er ein spurning. Ætlar þú að svara ákalli margra stuðningsmanna þinna að taka á móti enn fleirum en hefur verið gert í Kópavogi? Taka á móti hælisleitendum? Já, enn fleirum en er í dag. Já, ég sem sagt er lögfræðingur hjá Útlendingastofnun og vinn þar við að veita íslenskan ríkisborgararétt. Í fyrsta lagi eru sem sagt, við tökum ekki á móti hælisleitendum. Það er fólk sem nýtur þjónustu sveitarfélagsins eru þeir sem hafa fengið viðurkennda stöðu flóttafólks. Kópavogsbær, að því ég best veit, hefur ekki verið með einhverja sérstaka samninga. Geturðu Samræmda móttöku. Já, ekki mikið. Við erum ekki með sambærilega samninga. Spurning, þetta er einhvers, viljið þið taka við auknum fjölda, stórauknum fjölda ef ég skil spurninguna rétt? Vil ég fyrir sveitarfélag? Ég náttúrulega get ekki svarað því. Ef þú kemst til áhrifa, hver er þín afstaða? Myndið þú að því að það er ákall frá mörgum stuðningsmönnum ykkar að Kópavogsbær sé ekki búin að standa sig nógu vel í þessum málaflokki, að taka móti nógu mörgum, myndið þú vilja taka móti fleirum? Ég hef ekki heyrt þetta ákall. Ég held að Kópavogsbær sé ég veist að ég get ekki einu sinni svara þessar spurningu. Þetta er fráleitt. En þá liggur það fyrir. María Ellen, þú hefur kostað því að varpa hann spurningu. Heyrðu, og ég ætla bara að skjóta tilbaka. Í sveitarfélagi eins og Kópavogi það búa mjög fjölbreyttar fjölskyldur. Hvaða vandamál eru þið Miðflokksmenn að reyna að leysa með svona niðrandi umræðu hinsegin fólk og útlendinga sem eru að nota beni útfarsgreiðendur? Niðrandi ummælum? Já. Eins og hvað? Fánamálin, þú veist allt þetta í kommentakerfunum hjá okkur og svona? Já, ég er ekki var við neina niðrandi umræðu hjá okkur. Finnst þér ekki niðrandi að standa fyrir utan skóla og tala með neikvæðum hætti fánan? Ég tala ekki með neikvæðum hætti hann, ég sagði við viljum sjá íslenska fánan. En til að svara spurningunni, þá teljum við mikið vandamál í grunnskólum okkur í dag, við erum ekki að taka nú vel utan börn. Og það er þannig að líðan barna er verri, allstar, bara þvert yfir. Þetta er ekki svarið spurningunni. Jú, en að því hún er að segja hvernig ætlið þið að taka utan þennan fjölbreytta hóp. Við erum með fjölbreyttan hóp það er rétt í Kópavogi, hvort sem það eru innflytjendur, hinsegin börn með einhverfu eða aðra fjölþátta vandamál. Við teljum mikilvægt að taka vel utan þessi börn og það vantar fleiri sér deildir og sér skóla til þess að þau geti lært í skólanum og liði betur í skólanum. Jónas Már. Já, ég ætla að spyrja hann Orra. Nú er það þannig að við höfum meira eða minna sammælst það að það hafa verið einhver jákvæð áhrif af Kópavogsmódelinu. Ég þekki það að Framsókn leiddi þessa vinnu þó að Ásdís hafi kannski eignað sér svolítið heiðurinn að þessu eftir á. En mín spurning til þín, ertu sammála því að það sé orðið tímabært að stíga skref til þess að lækka kostnað barnafjölskyldna? Áttu þá við í leikskólakerfinu? Í leikskólakerfinu, já. Við höfum sammála því að lækka álögur á barnafólk eins mikið og mögulegt er. Ég sagði það maður búin að svolítið að svara þessa spurningu að mér finnst að maður er alltaf að reyna að bregðast í gagnrýni, skoðan á málefnalegan hátt og sjá hvort að maður geti komið til móts við þá gagnrýni. Og ég sagði það áðan að við erum reiðbúin að skoða þennan fyrsta hálftíma eftir 6 tímana og sjá hvaða áhrif það hefur á heildina að veita pínu afslætti þar og sjá hvernig það virkar upp í 7 tímana, 7,5, 8 tímana og svo framvegis. Þannig já, við erum alltaf tilbúin að endurskoða módeli, við höfum gert allan tíman og sannarlega þennan þátt.
Ásdís, ég væri til í að setja pening á það, hvern þú ætlar að spyrja hér? Já, ég ætlaði hins vegar að spyrja Jónas, en það var varðandi loforðið sem hann kannast ekki við, sem kostar 700 milljónir króna, þannig að ég ætla bara að beina spurningunni til Maríu. Ég hefði tapað peningum á þessum. Það búið að svara þessu í þættinu. Gott að epic bet var ekki hérna. Í ykkar loforðum þið að lofa að minnka bekkina í grunnskólum Kópavogs og við erum núna að reka 11 grunnskóla, bráðum 12 með tilkomi Ísaksskóla. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að uppfylla þetta loforð í ljósi þess að það er ekki pláss í skólunum, ætlið að byggja við og þá væntanlega líka auðvitað vissulega ráðin kennara. Þannig að mín spurning kannski hvernig ætlið þið að mæta þessu loforði? Eru þið þá að fara að byggja við hvern einn og einasta skóla og hafið þið kostnaðarmetið hvað slíkt loforð kostar? Já, þetta er bara mjög góð spurning og þetta er einmitt ein af tillögum okkar inn í grunnskólana. Það er að segja, við erum að tala fleiri sérfræðinga, minnka bekkina og sérdeildir og sérskóla. Svarið við þessu er nú ekki dýpra en það að það hefur illa verið brugðist við vandanum sem blasir við inn í grunnskólanum. Þetta eru þau atriði, þessar tillögur okkar, eru þau atriði sem við erum að leggja á oddinn. Það hins vegar fer eftir því með hvaða hætti tekst, hversu miklum árangri við náum til dæmis með að fjölga sérfræðingum, til dæmis með því að minnka bekkina eða með því að fjölga plássum í sérdeildum, hvað dugar. Það þarf ekki að vera hvert og eitt þurfi til þess að bregðast við stöðunni, en eitthvað verður að gera og þetta eru þau atriði sem við viljum fara í rýni með ásamt sérfræðingum og kennarasamfélaginu. Og þið hafa þá kostnaðarmetið þetta? Eins og ég segi, það er ekki hægt að kostnaðarmeta það þegar þú veist ekki hvað það er sem nákvæmlega þarf af því að þá eftir að fara í samtali við sérfræðingana og til þess að kostnaðarmeta eitthvað þá ætla ég að gera það í samráði við fagfólk. Gott og vel. Hún er líðandi pólitíkin í Kópavogi. Já, við komumst ekki mikið lengra með þetta að sökka okkur í ársreikningana og greiningarnar allar og svo framvegis. Og ég ansið hræddur við höfum nóg fleira að tala en bara tíminn er eiginlega á þrotum, bæði fyrir okkur og ykkur. Þannig að ég held að það sé komið á því að þið flýti kjósendum ykkar loka orð og ég ætla að biðja þig Einar að ríða á vaðið með það. Já. Síðan göngum við hér á röðum. Stefnu Miðflokksins í Kópavogi má draga saman í 2 orð. Það er heilbrigð skynsemi. Við viljum koma skynsemi aftur í skipulagsmálin. Við viljum aflétta þessari þéttingarstefnu sem hefur að eiga sér stað og við viljum hafna borgarlínunni sem er undirstaða þessarar hugmyndafræði. Við viljum róttækar aðgerðir í menntamálum, það þarf að koma á sem samræmdu prófum alls staðar, við þurfum að fara að sjá betri námsárangur og það þarf að ráðast í aðgerðina til þess að breyta þessu. Við viljum koma á heimgreiðslum til þess að auka valfrelsi foreldra sem er alltaf 250.000 krónur á mánuði frá 12 mánaða aldri og þetta og margt fleira. En fyrst og fremst er það þessi skipulagsmál og ef þú vilt ekki meiri þéttingu, þú vilt ekki sjá borgarlínu í Kópavogi, þá er bara eitt í stöðunni þann 16. maí og það er að setja X við M. Jónas. Já, nálgast kosningar. Ég hef fengið að kynnast Kópavogsbúum og ég fæði á tilfinninguna að það er tilbúið fyrir breytingar. Kópavogsbúum þykir vænt bæinn sinn. Það vill hafa hóflega dreifða byggð, það vill hafa græn svæðin á milli, það elskar sundlaugarnar sínar. En það vill líka passa upp á aðra Kópavogsbúa og því er annt aðra Kópavogsbúa. Og það er það sem Samfylkingin boðar inn í þessar kosningar, að við forgangsröðum með öðrum hætti, þar sem við forgangsröðum að létta undir með barnafjölskyldum okkar, að hlúa betur að eldri borgarum okkar, fólki sem byggði landið og tryggjum því mannsæmandi ævikvöld og að við pössum upp á Kópavoginn sem við elskum, að það sé áfram hóflega þétt byggð, að það sé áfram græn svæðin á milli, að við pössum upp á sundlaugarnar okkar og íþróttafélagin og þessi hluti sem gera Kópavog að Kópavog. Ásdís. Já, Kópavogsbær er sveitafélag í fremstu röð og það gerist ekki að sjálfum sér. Til þess þarf skýra forystu og skýra pólitíska stefnu. Við vitum öll og þekkjum afleiðinga þess ef vinstri flokkar komast til valda og það sjáum við bara í Reykjavík. Það sem við sjálfstæðismenn stöndum fyrir er að byggja áfram upp okkar öfluga bæjarfélag, að standa vörð þá þjónustu sem við erum að veita gagnvart fjölskyldum sem á eldri borgurum og tryggja áfram lægstu fasteignagjöld á höfuðborgarsvæðinu.
Það sem þessar kosningar snúast er hvort að við ætlum að halda áfram á þessari braut eða fara í einhverja allt aðra átt. Það sem þessar kosningar snúast er hverjum þið, kæru Kópavogsbúar, treystið til að reka og stýra áfram okkar öfluga bæjarfélagi. Við sjálfstæðismenn höfum sýnt í verki að við látum verkin tala og við stöndum við gefin loforð. Undir okkar forystu verður Kópavogur áfram í sókn. Ég treysti og við treystum á ykkar stuðning, merkið XVD þann 16. maí. María. Já, takk. Við í Viðreisn teljum að það sé komin tími á nýja sýn og nýja áherslur hjá Kópavogsbæ. Við ætlum að setja fjölskyldur í forgang og bæta þjónustu við börn og ungmenni. Eins og flest heimili finna fyrir þá þarf að sýna smá ráðdeild í rekstrinum og aðeins að spá í því hvernig best að fara með fjármagn. Af því að það svo einfalt að það kostar rosalega mikið til lengri tíma að gera hlutin ekki vel. Viðreisn vill sjá samfélag sem stendur með íbúum sínum. Við þurfum að búa Kópavog sem bæ þar sem börn og fjölskyldur fá þá þjónustu sem þeir nauðsynlega þurfa og að biðin sé ekki svona löng. Við viljum að einstaklingar með fatlanir og langveik börn geti tekið virkan þátt í samfélaginu án hindrana og að eldri borgarar bæjarins geti fengið þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda og eytt sínum ævidögum í sælu. Orri. Já, ég vil segja það að rekstur á svona sveitafélagi, bara eins og Kópavogi, í mínum huga sáttmáli. Þetta sáttmáli það að við sem höfum eitthvað aflögu, leggjum eitthvað til inn í púkk og því sem síðan ráðstafa með ýmsum hætti aðalega á félagslegum forsendum. Þá nefni ég sem dæmi leikskóla, grunnskóla, velferðarkerfi, íþróttastarf og svo framvegis. Í þetta erum við að ráðstafa okkar fjármunum og okkar getu og okkar vinnu. Til þess að þetta gangi upp þarf sterkan og traustan rekstur. Þannig að við framsóknarmenn, við erum báðum megin í þessu eins og ýmsu öðru. Við erum grjótharðir rekstramenn en við viljum líka að velferðin nái fram að ganga. Þannig að ég segi, ef þú vilt tryggja gott jafnvægi í Kópavogi næstu árin, þá kýstu Framsókn. Ég vil að lokum benda á það að í okkar vel heppnaða bæ hafa framsóknarmenn verið í meirihluta meira og minna allar götur í ykkur 64-5 ár. Þannig að við teljum okkur eiga mikinn þátt í því hversu góður Kópavogur er. XVB á laugardaginn. Þakka þér kærlega fyrir. Þar með þessu það lokið hjá okkur, Andrés. Við höfum reyndar eftir að ræða við Reykvíkingana, en þetta var áhugavert samtal Kópavog, næststærsta sveitarfélag landsins. Já, og mér fannst þau nú bara býsta mikið fjör, þannig að ef það er helmikið jafn heitt í Reykjavík, þá bara verður nóg að gera. Já. Orri Vignir Hlöðversson, María Ellen Steingrímsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir, Jónas Már Torfason og Einar Jóhannes Guðnason. Þakka ykkur fyrir og gangi ykkur vel á allra síðustu lokametrónum í kosningabaráttunni. Takk. Takk fyrir.